It's the month of love. Month of love. Fallegu mánuður. Já. Febrúar komin. Þetta er fallegu mánuður. Hann svo fallegur. Mikið af ást. Já, svo mikið af ást. Mikið af gleði. Þið verðið að kíkja í áskriftin okkar og sjá fyrsta þáttinn okkar þar. Sko. Já, eins og þið sjá, það er skreitt þið sem eru að horfa, þetta er the month of love, þannig að við þurftum bara náttúrulega að byrja á Our mans, okkar eigin mögum, og þetta er í fyrst skipti svo tökum og ég þátt, ég trúi því ekki. Það er alltaf skali. Já. Bara eftir 5 ár, já, nánast. Já. Það er, ok, ekki alveg 5 ár. Ekki alveg næstu. Næstu í 5 ár. 5 árið. En þeir eru loksins komnir í þátt til okkar og það var mjög skemmtilega spjallan. Ég málum að kíkja í áskriftina. Tilbúið.is, skráðu fyrir áskrift. Skráðu fyrir áskrift og kíkja á Gunni og Benza. Þeir stóðu sig prýðilega. Já, það var skemmtilegt og Gunni var alveg spilling tea. Já, hann var stundum ósýring, sko. Ég var bara, hvað er að fara að koma út úr kjaftinu maður? Já, ágríns. Hann var alveg, já, einmitt. Þetta var smá stressandi, þannig við ætlum bara að gera þetta á 5 ára fresti. Já, nei, sko, ég held að Benzi myndi meira svona missa út sér, sko, en Gunni var þarna til þess að, spill. Þið getið kíkt á þetta í áskrift ef þið hafi áhuga á. Já. Ekki gera það samt kannski. Nei, það er expósa okkur sem makka og... Já, reyndar. Já. Einmitt. Velkomin heim. Takk. Þú ert bara að lenda. Já. Ég er það ekki? Nei. Nú? Ég er ennþá bara í New York. Ok. Já, ég kem í nótt. Ég kemur í nótt, já. Þannig að ég er að taka svona seinasta bandaríska sukki mitt right now. Já. Ég er bara að fá mér bara alltaf mest juicy sem ég getur ímyndað þér. Þú ert að fá Diet Coke. 100%. Já. Coke, we're still waiting. Já, ég er að fá með Diet Coke-an úti, mjög mikið að því og ég ætla að reyna að smigla með heim fyrir þig. Takk. Tóllurinn láttur að vera. Ég er mjög spennt að koma aftur heim í Coke Zero Zero líka. Gjörsamlega. No caffeine svona á kvöldin og bara svona komur aftur rútínu. Já, byrja að æfa vel og ég ætla svona að taka vel á því í febrúar. Já. Bara svona því ég er búin að taka svona gott frí Bandaríkjunum. Já. Það er að komast aftur í góða rútínu, sko. Og líka bara gott að minna svo, þótt sem komið 9 mánuður, eitthvað svona, 9 mánuður, 9 markmið, það, þú veist, já. Og það er ekkert betra en að einmitt mánaðamótin hitti núna og það séu heilsudagar í gangi Netto. Hversu næs? Ég er bara beint í Netto þegar ég lendi. Já. Bara, I'm here. Give me all my healthy food, sko. Mataræði á hreint. Já, heilsublað með fullt af fróðuleik, fullt af góðum vörum, alls konar afslættir, alls konar appafslættir, bara náttúrulega bara að tjekkja samkaupsappinu, þetta bara, let's do this. Febrúar bara höfum hann stuttan og góðan og skemmtilegan. Já. Hotlan. Mjög skemmtilegan. Það ekki? Jú. Ég er alveg spennt. Ég er mjög spennt fyrir febrúar, sko. Þá bara byrjaði líka að taka nóg HPV ég vona að ég tók nóg með út og það var ég var aldrei uppskroppað því, sko. Það er bara mjög mikilvægt að vera happy. Það er ekkert mikilvægt heldur en að vera með það úti, sko. Ég er sammála, sko. Það er bara líka svo vont vatn og svona, gerir vatni betra og með meira næring og steinum, sko. Já, og þú veist, meira hydrated, skilur við, þú veist, það er svo mikilvægt. Já. Ég er alveg sammálaður þar, sko. En það er gott að hafa það í huga. Að byrgja sig upp og happy. Flugvélina. Já, það er ógeðslega sniðugt. Já. Taka með. Þess að verða hydrated í flugvélinni. Já, það er ógeðslega dehydrated í flugi. Sammála. Herru, þetta er bara fárlega góð punktur. Það ætti bara að vera í öllum flugvélum. Ángurins akkur þetta ekki seljast þar. Já. We make you an idea. Take notes. Tökum prósentu. Já. Það er svona rosa góðum hugmyndum. Já. En talandi að því að náttúrulega the month of love, þá við ætlum að vera með smá þema núna í febrúar. Já, það er þema. Það er þema, af því við elskum það. Þannig að við ætlum að fá pör, sambönd, alls konar sambönd. Við erum til dæmis í sambandi. Við erum vináttarsamband og vinnusamband og alls konar samband. Alls konar samband. En ættum við að byrja leikinn á sambandsspilinu? Já, við ætlum að hafa smá svona þema og kíkja á svona, lesa eitt sambandsspil fyrir ykkur frá Blush. Frá Blush. Sniðugt að eiga svona, sko. Já, við höfum talað ég er bara að taka þetta með mér, ég tók þetta með mér til New York, ég er ákveða núna, ég er ekki farin. Nei, já, mitt. En ég er farin, þannig ég tók þetta með mér. Þetta er ógeðslega skemmtilegt líka sem par að þú veist, út að borða útlöndum, út að borða og eitthvað svona bara svona date night, heima í sófanum með rauðísglas eða eitthvað. Þegar maður gleymir stundum að spyrja eitthvað annað svona djúpar spurningar, eitthvað svona, fæst eitthvað dónalegt. Nei. Ok. Það er til forleikurspilið, en þetta er sambandsspilið. Það er svona meira kinky. Já, það er eitthvað svona to do, eitthvað svona, hvað fílar í kynlífið, verður mostly. En þessu er svona meira verkefni fyrir sambandið og eiginlega flest spurningar samt. Já. En það sem ég fekk er hvað kannt þú mest að meta í fari maka þíns? Nefndi þrennt.
gott. Þú með nefna Gunna eða þig? Nefndu Gunna. Ok, mesta með þetta. Ég kann mikið með þetta að hann rosa duglegur að þrífa heima. Ég alveg kann ekki að mikið með þetta. Það mjög góð kostur. Það mjög góð kostur. Hann mjög snirtilegur. Hann clean girl. Já, hann clean girl, sko. Hann þarf að stundum að skamma mig sem kemur ljósarni áskrift. Já. I'm just messy. Nei, ég kann ótrúlega mikið að meta það. Svo kann ég líka ótrúlega mikið að meta, mér finnst hann góður í að hlusta. Þú veist, þegar ég að segja hann eitthvað. Já. Þannig að ég kann ótrúlega mikið að meta það, að eitthvað sé góður í að hlusta. Sýnir þér áhuga þegar þú ert að segja frá okkur? Já, þetta mikilvægt. Mjög mikilvægt. Gefur mér aðeins meira en 90 mínútur á viku, eins og Jordan Peterson talaði að gera. Þannig ég kann að meta hann sé góður að hlusta og hann líka, þú veist, mjög góður pabbi, ef að þú veist. Já, það ekki? Ég var að hugsa hvort að það væri í fari maka, en jú, það það. Já, þú veist, hann alveg kostur líka bara, þú sérst ekki orðin pabbi, bara að ég veit að það verður það. Já. Þú veist, kannski kýst maka út frá því. Já, þú veist, maður verður líka bara svona, þú veist, það kemur svona önnur, þú veist. Ást. Önnur ást, skilur, að sjá þau, þú veist, að sjá eitthvað standa sig vel í þessu hlutverki, skilur, og mér finnst hann, og dega það Gunni og búin að standa það mjög vel. Ef það er eitthvað þáttu sem Gunni hlustar á það er þessi. Einmitt. Of course. Þú passum með að tala mjög varlega hérna. Já. En já, þannig að ég myndi segja það. Var ekki farið svona varlega í áskriftinni? Nei, alls ekki. Á ég að spyrja þig? Já, spurðu mig eina. Ég ætla að spyrja þig eina úr sambandsspilinu frá Blöss. Þetta er svo skemmtilegt spil. Já, þetta er svo sniðugt, sko. Og einmitt, gaman að taka þetta svona eitthvað með sér út að borða eða eitthvað. Við spurðum þessi áskriftinni. Þannig að ég ætla eiginlega að geyma hana með þér og Bensa saman. Ok, það er hérna. Finnst þið þú vera góður maki? Hvað gætirðu gert betur og hver eru þínir styrkleikar? Þannig nefndi eitthvað sem þú gætir gert betur. That's deep. Þú veist, og hvað er svona, hvað finnst þér besta við þig í þessu maka hlutverki? Ok. Þetta áttu kannski ekki alveg fara svona djúpt en já, mér finnst ég vera góð maki. Ég ætla bara að segja það. Það er ekkert að því. Og það var ógeðslega leiðilegt og væri bara nei. Mér finnst ég ömurleg. Já, en þú veist, kannski. Já, kannski. Það er líka ekkert að því að játa það og þá bara vinn ég sér. Já. En hvað getur ég gert betur? Já, hvað getur ég gert betur? Ok, sko, Bensi er tölvunarfræðingur. Þannig að, já, mjög örf með, ég geti gert betur. Það sem getur gert betur er að svona spurja hann úti og hlusta betur þegar kemur eitthvað svona vinnutengdu hjá honum. Af því þegar hann byrjar að tala þá lokast bara eitthvað. Skil ég ekkert. Og þá er ég bara og svo er bara nefndi hvað að segja. En að þetta er svona bara JavaScript 0011. Ég er bara svona hvað er það að segja? Já. Kemur eitthvað Python brandar ég bara ha skilur. Þannig að kannski þyrfti ég svona að kannski læra aðeins þetta þess að geta skilja hann betur. Það er bara, flott. Já. Sína áhugamálunni hans áhuga. Aðeins meira áhuga. Já. Og hvað styrkleika ertu með? Hvað gerir þú vel sem maki? Ég er mjög bara svona hugulsum. Bara svona hugsa, alltaf að pæla hvort það sé allt í góði og svona, bara að degra. Degrari, já. Elska að degra. Já. Æ, það er fallegt. Ég segi eitthvað mig og þú segir Gunna. Já, það er bara gaman. Já, cute. Þetta er alls konar. En við mælum með sambandsspilinu fyrir ykkur sem að langar einmitt bara að taka svona deep talks. Eða bara stýtt ykkur stundir, sko. Já. Bara hafa cozy. Vorum að tala hérna í áskriftinni með strákana að sumir kynnast og fara fyrsta date á rúndin. Herðu, já, það er rétt. Smá tí. Ykkur á okkur. Já. Kynntist þannig. Ykkur á okkur, já. Hver rúndin. Við reyndar, þú veist, já. Það par var ekki var bara bíl hjá mamma og pappa. Já, en það er alltaf gott að vera bílleigubíl. Það er alltaf gott að vera bílleigubíl, sko. Við ætlum að mæla með að vera í gólu. Já. Það er bara við góða stundu þar. Já. Góða bíla, góð þjónusta og góð rúnda. Já, mjög góð rúnda. Við erum mjög mikið að deila bíl og það er alveg hægt að gera það sem par eða sem vinir. Jöp, akkurat. Bara mika kostnaðin og allt það, sko. Hárrétt. Við erum að fá mjög skemmtilega gesti. Mjög skemmtilegt par. Já. Þetta er mjög
Þetta þekkt mjög þekkt vinapar á nafninu þáttinu svona skemmtilegi gestir mjög skemmtilegi gestir búin að gera hella mikið saman sko þannig að það var ógeðslega gaman þú veist að því að við þekkjum öll Steindór þetta skilur þú veist við höfum öll séð þá í sjónvarpi og svona en maður það er svo gaman að heyra svona sambandsdýnamíkina þeirra Þannig að hvernig þeir bæði vinna saman og eru svo saman sem vinnir. Og þeir voru með margt ógeðslega krúttlegt. Alveg mega krúttlegt. Skemmtilegt að koma á þessari hlið. Já, þannig að þetta var skemmtilegt spjall og við mælum mikið með. Ég hef ekki bara leyfa okkur að hlusta. Ég held það. Gjör svo vel. Auðvitað Steindi, velkomin í teboðið. Takk fyrir það. Takk fyrir. Loksins. Já, við erum búin að vera stöðu lengi á leiðinni. Já. Þið eru náttúrulega að fara að koma í annað koncept. Við þurftum bara að fresta því. Já, byrju, það var eitthvað að taka skot og eitthvað. Já, við erum búin að spóla því. Það gerist þess eitthvað tíman. Nú eigum við það inni hjá ykkur. Hvað er það? Þá tekur þú drykk eða svarar eða? Já, tekur skotið að svara spurningu. Já. Segir og sjarið. Segir og sjá. Þetta er svona áskriftarliður hjá okkur og hlustendur sendi inn spurningar og þau eru ekkert að grínast, sko. Nei. Við erum stemmingsmenn, við komum alltaf í það ekki. Við höfum stundu verið með í blöðkastinu þá þegar Egill er ekki með okkur. Þá höfum við verið með svona hittust á kvöldin, opnum rauðvín og fáum fólk til að spyrja okkur. Já, förum á svona trúnaþátt. Sem er kannski ekki það ólíkur. Það siktu við út alveg eitthvað svona body count við eitthvað svona, en það er samt mjög svona persónulega spurningar. Það er mjög gaman, mjög skemmtilegt. Já, okkar hlustundur eru smá í svona body count eitthvað. Já, það mátti svona taka skot. Það mátti taka skot, það er ekki svara. Já, það verður skot þar. Já. En hvað má Egill ekki vera með? Jú, þá er hann bara, þegar hann er erlendis, hann er mjög rött með að opna á tilfinningar og eitthvað. Það er ekki hægt að ræða neitt svona við hann, sko. Hann er stundum bara svona eins og pabbi minn, sko. Kitty Blöð, pappa okkur í svipaði, sko. Ef ég segi pappi elska, veist ekki þessari. Hættu þessu. Egill, hann var líka svona svolítið erfitt með að ræða tilfinningar. Við Steindi, 2-3 rauðinsklaus, þá verðum við bara á trúnó með hlustendum. Við erum alltaf á trúnó. Já, við erum að fara á trúnó í kvöld. Já, við erum að fara á trúnó í kvöld, sko. Ég elskar fyrirfram plana trúnó. Já, ég elskar það. Það er hræðilegt líka, bara fullorðnir menn, sko. Við gerum ekkit oft eitthvað helgar. Þannig að við tökum stundum svona mánudag, svona random mánudag, eins og núna. Og bara við ætlum að fara út í kvöld. Mikið að gera, þá bara þannig að vinskapurinn haldist, þannig að það sé líka gaman en ekki bara splitta gínu og aðeins að röfla og fara yfir og gefa okkur smá lestur og líka pepp og það er bara að passa på það, sko. Þetta er ógeðslega grútlegt. En það er mánuður ástarinnar og þið eru fyrsta parið okkar. Það er fallegt. Mjög fallegt. Þið eru vinapar, þið eru ekki fyrsta parið okkar, við erum búin að fá okkur eigin maka. Við erum pör með þeim. Fyrst í opnu líka. Já, fyrst í opnu. En þú veist, þeir eru náttúrulega vinapar og svo eru þeir líka vinnupar. Já, sem að eins og þið þekkjum örugglega sjálfar, það getur oft verið trikki, sko. Alls konar. Já. Það er líka, sko, ég sjaldan verið jafn ánægður með Sigurinn, konan Steinda og við vorum ellendis með konum okkar. Og þá opnaði hún að, voru öll orðin full, sko, hún bara stundu þegar ég rífast til Steinda, þá segi ég við hann, Öddi var í sammála með núna. Og Steindi var svo reyður, okkur það segja hún þetta. Þannig að við erum svona pínustundum að ala upp saman við Sigrún. Já, og það er alveg rétt, sko, og ég fekk mér tattoo daginn, sko, og ég var alltaf að tala þetta tattoo heima. Ég var alltaf eitthvað, heldur mér eitthvað illt í þessu og eitthvað svona. Það aldrei verið nálægt honum og passa tattoo. Já, því að sko, ég fekk mér tattoo og það var ekki sko svona sett filma yfir það sem á bara að vera í einhverju viku. En núna ertu að brjóta það sem á smá lofa bæði henni og mér. Já, ég veit það, en þetta er sko ástæðan fyrir það, ég var alltaf að tala þetta heima, ég var alltaf, er ekki skrítið eitthvað svona og hún var svo búin að banna mér að tala þetta tattoo annars staðar. Hún sagði bara, hætt að tala þetta tattoo og ekki fara að tala tattoo annars staðar. Ég tala alltaf sömu hlutina, sko. Ég bara tala alltaf sömu hlutina og mjög óspennandi sögur, sko, það er svona og bara eitthvað svona sem ég er að pæla í og hún sendi á Ödda, sko, nennur að láta mig vita að tala tattoo. Ég er búin að senda tvisvar. Því hann má ekki tala þetta er svo leiðilega sögur. Ég skammir alltaf í sendar frá henni, sko. Nennur að hætta að tala tattooið. En þetta er svona, þú veist, það er svona... Já, það er svona öll saman, bara í hjónabandi einhvern veginn. Já. Það er svona þannig, já. Það er miklu bandi með mig og... Mjög náinn öll. Já. Alla mig upp. Ég er svo forvitin með þetta tattoo, hvernig tattoo? Já, nú verð ég að vita meira. Já, ég fekk mér tattoo á trúð, grátandi trúð.
og einni byssu sem með svona skjóta og svona bangfáni. Gæti kannski skipta sýningur þetta? Já, algjörlega. Minnum á það í lokinu, því ég þarf að fara úr öllu, þetta svona smá maus, sko. Já, en þú veist, örglega þessi virði, eða ekki? Já, veit það. Það var að beða um að tala ekki tattoo, þú ert komin í podcast að tala og ætlar að fara að sína það, basically að fara að baka allt sem þú ert mann að lofa konunni. En talandi Valentinsdaginn, núna 14. Eru þið með eitthvað planað? Eru búin að plana eitthvað fyrir konunnar? Nei. Sko. Það sko, eru Íslendingar mikið í því að taka Valentinsdaginn? Þetta, mér finnst konudagurinn, ég skal alveg gera það með það. Já, eru sterkir þar? Þá gerir auðvitað svona mixtape og svona... Ég get ekki sagt sterkir, en þá svona, kannski panta maður nutt eða eitthvað svona. Það er sterkt, já. Ég er ekki romantískur, sko, sem er alveg glata, sko. Ég er alltaf hann að vinna í því, sko. Og bara, en það jákvæða við það að konu mín er það ekki heldur. Já. Þú veist, eins og hún reyndar mynd eftir bóndadeginu núna. Ég gæði túlípanna sem er glata dæmi. Það er svolítið hún að gefa sjálfur sig gjöf, sko. Mér fannst samt bara næs að fá eitthvað, sko. Já, þú veist, skilur, mér er samt alveg sama í runni. En alveg gaman að var svona, já, það var, ég myndi ekki eftir þessu degi heldur. En ég hef gleymt svona dögum og hún hefur gleymt svona dögum. Þannig að það kannski lýsir svolítið svona, við erum ekkert eitthvað rosalega. En nú þarf ég að vita bara hversu ólík, eru þið byrjaðar að plana Valentinsdaginn? Nei. Reyndar ekki. Nei. En ætlaði að gera eitthvað? Ég ætla samt alveg til eitthvað. Já, það er bara eitthvað svona basic, kannski út að borða eitthvað svona basic. Gera eitthvað saman, basic. Já, það er sniðugt, maður á alveg að taka þetta. Þetta sem ég Halloween er alltaf að vera stærra og stærri, ég fíla það, sko. Ég er mikill Halloween maður. Já, Valentinsdagurinn, já. Ég er svona, ég er alltaf ekki byrjað að plana. Sko, en ég saman, þú veist, að gera eitthvað saman. Mér finnst það alveg vera málið og gera kannski eitthvað næs, skilur við, þú veist, taka eitthvað frumkvæð og vera búin að taka eitthvað vel til og gera eitthvað svona. En mér finnst svolítið eitthvað svona, gifta þetta síma og eitthvað, mér finnst það er alveg glata, sko. Það veist, veitir hvað, mér finnst það er bara ammali, skilur við. En svona, mér finnst hitt að vera freka svona eitthvað, gera bara eitthvað næs, skilur við, sem er svona eitthvað, sem er ekki alveg, nú ringir hann maður. Þú ert í viðtali, Stefán. Þetta er líka unknown number. Það er ekki símanum bara frá það. Ég svara, ég lækki oft hann. Nema núna bara. Og sendi hver er þetta. En fegst þú eitthvað bóndadagsgjöf? Já? Ég fekk nutt. Já, geðveikt. Og þess að farið á morgun. Já, geggjað. Hún hefði að segja mér áðan að þegar hún var skautlað mér upp í vinnu að það væri 4 kallmenn að vera að nutta mig. Ég vonum sé að fíblast ekki að ég hef eitthvað á móti að kallmaði sig að nutta mig, en ég veit ekki með 4 og það er eitthvað svona... Það getur ekki. Getur kannski svolítið mikið. Ég grunum sé að fokkið mér, sko. 4 kall. Bara einn á hvern útlim bara. Það make sense. Það er vonandi að segja, ég held hún að vera að fokka. 10 mínútur nutt. Ég verð bara... En það er samt geggjugjöf. Á morgun. Já, nutt er geggjugjöf. Þannig að ef það eru einhverja hlusta að vantar eitthvað fyrir Valentínusdag, þá myndi ég segja að nutt er sterkjöf. Líka að gefa bara svona coupons í bara heimanutt, sko. Já. Man vill ekki spenda the monies. Það er ekki vel heldur ég okkur. Ég veit ekki hvað kona mér myndi gera, ég myndi að gefa henni coupon bara og þetta er nutt hjá mér. Nei, kona mín myndi ekki verið sælt. Þetta væri bara óþægilegt. Peppi, sko. En þetta var öfugt. Ég var til í þann. Já. Einmitt. Það er strax hana. Já, nákvæmlega. Hefur þú nutta? Nei, þú veist. Eru þið góður að nutta? Já, ég vil alveg segja þessu. Ég veit ekki hvort ég er góð. En hafa mennirnir ykkar nuttað ykkur? Já. Eru við bara að höra rísa? Nei, maður gerir gott á baki og svona. Ég ætla að gefa kúpon á svona gilli svona gilli kúponu, ekki? 20 mínútur. Reyndar myndi tíminn er búinn, kona myndi dyrka, ég myndi geni bara svona, herru, já, þú átt inni svona marga mínútur af því, hafa er besta gjöf sem þú myndi fá. Sko, það er komið geggja Valentínusgjöf. Herru, góða punktur. Þetta er þetta. Gæti ekki þess. Já. Og túlípanna, svona til að hefna mín. Ég elskar túlípanna. Já, það eru góðum. Það er, fólk elskar túlípanna. Já. Bara strá, veist. Strá. Strákar er ekkert rosalega hryppin að fá túlípanna. Nei, kannski ekki. Ánar ekki sem fór tölvuleika eða eitthvað. Það er eitthvað svona. En að því þið vinnir náttúrulega svo mikið saman og þið eru líka vinnir, þú veist, eru þið, hvernig er svona dýnamíkin? Þú veist, SMS-in ykkar bara þú veist, vinadót eða eru þið líka suminóta, þú veist, mismunandi miðla, hvernig er sambandsdýnamíkin ykkar?
Sko, við náttúrulega erum bara bestu vinnir og erum náttúrulega líka að vinna saman bara daglega, sko. Þú veist. Samt segja, þetta er ekki í spjallinu. Ég held að það sé meira eins og ef við erum að skemmta, þá sittum við kannski baksviðs og við erum bara í símanum og erum ekkert endilega að tala daginn og veginn, en til dæmis ef við förum saman út að borða eða kíkjum í galdan eitthvað, þá erum við að spjalla allt í rauninni, þannig að ég held að það sé svona aðalmunum. Það sem líka mikilvægt í þessu að við höfum alltaf passað okkur að hafa gaman. Þú veist, við erum það rosalega mikið af fólki sem við þekkjum sem að vinna saman og að Við fengum sjokk á Akureyri eins og það fór að sofa eftir gigi. Já, einmitt, til dæmis, þú veist, það bara ferð til dæmis til Akureyrar og skemmta eða gera einhvern fjanda þar og svo bara búinn klukkan 9 eða 10 eða eitthvað, svo bara farin upp að herbyggja og við setjumst þannig liður og fáum okkur bara bjór og við reynum alltaf að hafa gaman og, líka, sem ég held að sé mjög mikilvægt, sko. Það er minni vinna. Já. Við tengjum við það. Alltaf erum við eitthvað, þessu keilöldin eða eitthvað, þá alltaf fari út að borða fyrir eða eftir eða eitthvað svona, svo þetta sé meira úr þessu líka. Já, ekki spurning. Og líka bara fagna öllum sigurum. Akkurat. Já, ég held að það sé bara lykilatriði. Já, það er gott. Það er flott að þið eru með svona... Heyrðu, til hamingju með þetta. Já, takk. Ég á eftir að smakka þetta. Ég er búin að smakka þetta, mér finnst það mjög gott. Ég er ekki að segja þetta bara því ég er hérna. Ok, það er gott. Við erum fullan kæli á þessu, við gefum þið bara eftir þegar við sínum við tattu. Er ekki svona pott sem losar fólk út með gjöfum? Við getum gert það. Bestís. Bestís og merch fyrir ykkur. Bestífu og bara neymit. En hvernig kom, var þetta ykkar hugmyndi að þeirra? Nei, sko, þú veist, þetta er okkar, alveg ekki að Kjöris kom til okkar vissulega og var eitthvað, ég var að gera eitthvað ís saman og svo er restin is us, sko. Fíla nafni. Það ekki. Mjög gott, sko. En alltaf hlustendur okkar eru Tebos Bestís. Já. Og þetta eru Bestís. Með fjölskyldu. Já, við erum með litla fjölskyldu. Eru þið með eitthvað nafn á ykkar hlustendur? Nei, við segjum bara Blökkast fjölskyldan bara. Já, það er líka fallegt. Já. Við erum eiginlega svolítið með það. Já, við erum með það. Má fá sér í vörinn. Þú mátt það, já. Er það ekki? Er það ekki að því að það eru kamerur og svona? Já. Okay. Þú bara gera sem þú vill. Gera allt sem þú vill. En þið eru að fara að gefa út hvað? Nýja seríu, Alheimsdraumurinn. Já, hann er að koma núna. Já. Fyrsti draumurinn í 6 ár, eða ekki? Er síðast ekki asíski, vorum við að reyna að muna það? Nei, suður-ameríski. Suður-ameríski, ok. Já. Þá kom þetta í rauninni, sko, þetta hefur alltaf, svo veit ég ekki hvort það verið aftur þannig núna, en það gerði, sko, það var gerður ameríski draumurinn og árið seinna var farið beint í evróska, svo liðu 5 eða 6 ár og þá var farið í asíska, árið eftir var farið í suður-ameríska, svo liðu aftur núna 5 eða 6 ár, nú komin einn þannig að... Er það að fara á næsta ári? Ég gruna ekki, þetta var svo erfitt. Orðið erfiðar en það var, sko. En það er alveg 2 heimsálur eftir það, ekki? En núna fórum við út um allt, sko, strákanur í Afríku í þessari heimsálfu, við erum í Ástralíu og Nýja-Sjálandi og Filipsheim, hann þetta var, þessna kölluðum við þetta bara alheimsdrauminn. Það var engin ein heimsálfa, en sko, þú veist, þetta er líka ennþá erfiðara kannski núna fyrir heimilinn, sko, því að þú veist, það eiga allir núna 2 börn og sumi fleiri og... Það var aðeins lettara þegar maður var á lausu bara og með engin börn. Já, þetta er svolítið pakki að vera eitthvað. Heyrðu, ok, mín, ég er farin í mánuð og bara þetta er algjört maus, sko. Þetta er alveg að það er að ræsa út ömmurnar og afana og finna alls konar hvenær að sækja og allir þessi krakkar er í píanó og fimmleikum og dansi og söng og... Í síðasta draum, þá var ég alltaf að væli þeim. Þá var ég bara átti engin börn og var á lausu og ég bara hætti þessu væli. Ég er aðeins eitthvað, bara hendum okkur að núta eitthvað. Svo núna var ég eða svona næsti velgi, það var bara 2 litla stráka heima, þetta voru margt. Þannig ég bara svona, í rauninni skeita á mig þarna síðast. Með eitthvað, nú fann ég hvað þetta er erfitt að vera með börn og... Þegar mamma er sóttið á flugvöllin. Það var low point í mínu. Það var þegar þú varst með bleika hárið. Eftir asíska drauminn, þá byðu fjölskyldur allra því að lentu svo snemmum daginn. Og þeim með börnin sína og konur. Já, huginn með börnin sína býða, börnin hans að býða, börnin hans Péturs að býða og konun þeirra, börnin hans Sveppa og konun hans og mamma býði eftir mér. Og ég með bleikt hárið, eitthvað kífi ógeð svona sem var búin að lita og allir að knúsa börnin sín, ég knúsaði mömmu og svo sátu við mamma 2 og hún keyrði mér heim og fór sér heim. Ég bara, hvað er ég? Það var low point. En þetta er náttúrulega eins samt skemmtilegt og þetta er erfitt. Þetta er mjög tricky að fara í svona drauma því að ég er óslega oft spurðið bara eitthvað, já ok, og hvað er þetta ekki bara eitthvað frí? Eða þú veist, er þetta ekki bara eitthvað? Svo er þetta er náttúrulega alveg bara bilu vinna.
Þetta ógeðslega gaman en ógeðslega erfitt. Já. Ég held þessi besta lýsir hann, þetta ég gaman að þetta erfitt. En hvað svona erfitt? Sko, í rauninni því að að þú fer kannski í tökur á einhverju leiknu efni eða eitthvað svo leiðist, þá þetta kannski bara 10 tíma dagur eða 12 tíma dagar, svona mismunandi yfirleitt Þú ert að bíða mikið og chilla. Já, og ert bara leik einhver karakter og mæti bara og fer með línur og svona, en meðan þetta bara, þú vaknar bara og situr á mic og það eru bara tökur, þú veist, það ekki einhver 12 tíma dagar eða 10, þú veist, við erum bara alltaf í tökum og líka bara ef það eitthvað svo förum við út og á kvöldin og það eitthvað þarna, bara rúllum, þú veist, það ekkert eitthvað, þetta spennandi en við erum búnir að vinna í dag. Þú sér að við vorum 72 tíma í flugvél, þá ég að tala bara í loftinu. Er það hægt? Já, þá ég að tala bara, öll flugið tekið saman, en eitt flugið okkar var 17 tímar samfleyt, sem næst lengsta flugið heim, þetta svo ertu, eins og hann segir, þetta aldrei frí, svo ertu bara lentur, vaknar og beint í tökur og þetta keisla, sko. Alltaf í 3 daga í hverju borg, sko, þannig að þú ert aldrei pakkaður upp, þú ert alltaf með töskuna en bara svona hálfopna og einhvern veginn, þú ert aldrei búin að koma að neitt fyrir, þá ertu farin, sko. Og við lendum alltaf í núna sem ég hef aldrei lent í, sem betur fyrir, sko, ég hef aldrei lent í eitthvað svefnvesinni, sko. Ég bara leggst á, ég gæti alveg bara sofna núna. Ef ég myndi bara fá að hlusta á okkur, þá gæti ég bara sofna þetta, sko. Og ég bara á mjög létt með auðvitað að sofna og þarna var bara, þegar við fórum til Nýja-Sjálands og svo mikið tímamismunur já, þegar maður alveg farið til Vegas og svona, það náttúrulega mikill munur líka á tíma en það bara eitthvað, ég veit ekki hvort það sé að fara í þessa átt eða eitthvað, við bara vorum allir og við erum 4 saman í hóp, sko, það 2 tökumenn og við bara vorum allir í rugli, sko. Við bara svaf enginn bara í eitthvað 2-3 daga og það líka fyndið þú ert að heyra í fjölskyldunni heima, það var alltaf ef klukkan 12 á hádegi okkur þá miðnætti og maður heyrði í en þegar maður vaknaði og þegar maður var svo Já, og við bara fyrstu 2-3 nætunar að sátu bara eitthvað, þú veist, meðanótt bara, hvað að gerast? Maður bara, það var alveg hella, sko. Svo þetta, veist, talandu líka bara erfitt, þetta þú ferð í hæstu róli heimi bara viðbjöður, bara skjálfandi og svo keyrir aftur heim í eitthvað 30 tíma og allt í einu að baða bara eitthvað fullorðinn mann heima upp á, þetta svo mikið rugl og keisla, þú verður bara hálf ruglað. Það skrítið að koma heim eitt svona, af því að maður alltaf bara svo fyrir kannski kringlurum með fjölskyldunni, þú ert einhvern veginn bara svona skoða stig. Þú veist, hvernig láta hennar gæja hrækja á mig þú veist, og maður þarf að klósta að pissa og svona, þá fæði maður alltaf svona panik, bara svona shit, þú veist, mækunum, ég að missa eitthvað skilur, þú veist, svona, þetta verður eitthvað, maður verður alveg smá ruglaður á þessu, en já, svo þetta náttúrulega líka bara ógeðslega gaman, þú veist, við fáum að baða bara fullorði mann, sem náttúrulega mjög skemmt. Það var ekkert gaman. Bara random mann. Það voru reglurnar, sko, við settum suma hluti í reglur sem við vissum eiginlega bara og við gætum ekki gert þetta. Af því að væri fyndið að lesa hana og reyna hana. Við erum bara okkur hringtók ykkur stað bara, baða þig. Svo nær auðvitað bara hitta á einhvern gæja sem var bara nýkomin að einhverju tennis. Ég laug að honum þetta væri síðast, þetta var 2. eða 3. tökudagur, ég laug að honum að þetta væri síðasti tökudagurinn og við myndum vinna keppnina ef við fengjum þetta og fór í eitthvað algjört sölu móta hláangreiði. Þá var þetta 65 ára gamall endurskóðandi, nýkomin úr tennis á kvöldi til, leiði okkur bara baða þessu upp á herbyggi. Já, bara upp á hótelherbygginu. Kom bara með okkur upp á herbyggi og við bara böðum. Með myndavélar bara var það ekkert eitthvað. Ekkert sín tippið eða neitt, sko. Nei, ég veit en þú veist, hvað veit ekki Íslandi Nei, og svo bara eftir þetta við vorum eitthvað, allir svo nánir eftir þetta, við fórum bara niður á lobbybarinn og fengum eitt bjór og við vorum aðeins með honum bara. Svo vissum við ekkert hvað áttum að baða lengi. Voruð með svampa? Hvernig voru það að baða? Ég var að skrúbba eins á honum bakið og bara, þú veist, letur alltaf renni í baði, þetta var allt mjög skrítið, sko. Þetta skrítnasta sem ég gert í draum. Er þetta skrítnasta? Já, af því þetta var eitthvað svo óvænt. Af því að ef þú veist þú ert að fara í áskorun eða veist þú ert að fara í eitthvað algjört bull, þá ertu svona aðeins byrjar undirbúið í hausnum, bara ég trúði ekki þegar hann sagði já, þá var ég að hugsa bara, ok, hvað nú? Við erum bara að fara að labba með honum upp á hótel eitthvað, það var smá spölur. Voru ekki bara, hvað er þetta morðingi? Eða þú veist, hann var að hugsa frekar. Já, frekar hann, við erum 4 gauðir. Já, hann sagði sem 65, það má ekki að tekja hann, sko. Já, við hefðum örgulega ráðið hann, sko. En málega en hann var bara, maður sá bara á honum, þetta var góð kall, sko. Það var, maður fann það strax bara, ok, þetta er ógeðslega næst náungi, hann ætlar að hjálpa okkur. En svo bara þegar við renni í baðið, þá stendur við bara svona með honum eitthvað, bara, herri, hvað gerir við? I'm an accountant. Nice, that's good. Já. Það var svo bara geðið með þið, sko, gæi bara. Já. Hann bað okkur að senda sér þetta. Við þurfum að senda það. En svo bara, en með svona drauma og svona, það oftir að
spurja okkur svona út í, þú veist, hvernig þetta og svona, þú veist, ég held að aðalatriði að því að við náttúrulega erum mjög góði vinnir og Svepp og Pétur líka og við allir, en þú veist, það er svona, það er ekki hægt að para hvern sem í þetta. Nei, ég trúi því. Því að þú myndir setja kannski einhverja 2 ógeðslega fynda manneskjur, bara í lið. Það myndi heldur ekki endilega, þetta snýst ekki alveg það, þetta snýst bara að senda eins og þið gætu farið. Þú veist, þið eru bestu vinnir. Þið gætu actually farið, af því að þetta snýst alltaf að vera bara geta sagt bara sem varst að hugsa, þú veist, þess að þetta svo mikil tókstrætt. Þetta raunveruleika svo. Þú veist, eftir 4. borga eitthvað og þú veist, það búin að vera í 20 daga, ég og Öddi og það svo rosalega munur á, þú veist, þegar hann þá bara orðin genuine pirraður út í mig kannski út af einhverju og það bara sést, þú veist, þráðurinn styttri og það gerir þetta líka svo skemmtilegt af því að það hefur alveg verið rætt að fara og taka bara eina borg einu, og ekki bara fara og taka 10 daga, svo aftur 10 daga og svo aftur, en galdurinn svolítið að vera lengi og þá myndast líka bara þessi rosalega pirringur og þessi þreyta sem bara raunveruleika sjónvarpið. Já, bara partur á skemmtuninni. Já, sér bara munin eftir þáttum bæði á andlitinum á okkur og það náttúrulega búið að lita hár og skegg og allt, þannig að þú verður svo tuskulegur í lokin. Ég teki þetta dæmi fram áðurugt, en mér finnst það bara svo gott dæmi, eins og þú veist, mástu þegar hundurinn kom eitthvað úr tippinu á honum á bólið minn. Ég var að halda okkur hundi og maður var að halda á dýri og það lag eitthvað úr honum á mig. Þetta var í asíska, suður-ameríska. Já, sem alveg svona, ég bara, það eitthvað á mér þú veist, eðlileg viðbrögð, þú veist, hefðu verið í fyrstu vikuna, þá hefðu verið bara, maður, græn nýjan ból, ekkert mál. En þarna kom þetta var búin að vera bara, hún búin að sama svo lengi og það bara, hvað á ég að gera? Þú veist, það ekki hægt að ferðast með þetta, það alltaf, þráðurinn alveg svo stöttur. Alltaf eitthvað því að það var hann búin að vera vælandi í 20 daga, sko, bara, þetta og þetta. Þetta svolítið svona galdurinn við þetta, sko. Þannig að, já, þú veist. En við reyðumst ekkert í þessari serju. Nei. Ok. Fyrsta serju, held ég, svo ég með það. Já. Við erum okkur góðum bara. Við erum eitthvað sennaðir núna. Já. En Steindi, þú er alltaf bara verið með Audda í liðið, ekki? Jú. En Auddi, þú hefur verið með... Ég og Egill voruð með í fyrstu. Þá voru Sveppi og Villi. Já, einmitt. Svo komu Pétur og Steindi inn í þetta í Evróska og þau lið búin að vera bara síðan, sko. Já. Er auðveldar að vera með Steindi heldur en Agli? Nei. Auðveldar að vera með Agli? Áts. Ég er ekki að segja þessi skemmtilegra endilega, en það er auðveldara. Alveg 100%. Steindi mjög nójuð manneskja. Ég krefjandi, sko. En mjög skemmtilegur. Já, ok, það er gott. Hvað stjörnumerki eru þið? Já. Ég bómaður. Krabbi. Ok. Eru þið núna, típisku krabbi eða eitthvað svona? Nei. Trúið á svona? Já. Já, ok. Það meikar samt smá sens, sko. Bómaður og krabbi. Er það ekki gott? Jú, ég held það sé mjög gott, sko. Já, ég held það sé mjög fínt. Hún kom til okkur daginn, hún Hera. Sem með stjörnu. Já, hún var eitthvað að skoða afmælisdaga og eitthvað, hvernig út fættur eitthvað, hún fyrir alveg djúpt í þetta. En trúið ekki á þetta? Jú, ég trúi ekki á þetta. Já, ég skilji. Já, ég bara veit það ekki. Ég hef ekki kynnt mér þetta. Nei? Ég trú á að lítið, sko. Ég hef ekki kynnt mér þetta ná mikið, en samt, þú veist, ef var eitthvað sem að þekki mikið neitt og lísti mér einhvern tíma, ég man ekki hvað var í Bandaríkjunum eitthvað, þá fór ég hans að trúa þetta. Já. Hún basically hitti á allt sem hann var bara, hún var ekkert búin að heyra þetta í einhverju fjölbúst, þetta var bara kona frá Bandaríkjunum, sko. Já. Eitthvað svona miðill eitthvað hannig. Já, eitthvað svona, stjórnuð eitthvað. Trúið á miðla. Já, við gerum það alveg. En þú veist, mismikið. Já. Þú veist, maður tekur eitthvað og eitthvað svona, en þið? Ég er ekki alveg það. Frekar á stjörnuspeki. Ég hef aldrei farið til miðl, sko. Já. Það kemur alveg óvart að það ekki farið til miðl. Já, í öllum þessum ferðum. Jú. Nei, Pétur og Sveppi fóruð. Höfum við kannski farið til miðl, segja. Ég man að Dóri fór að hitta einhvern miðl í, einni stjörnu. Það var eitthvað lélegasti miðl sem ég sé. Hann bjóð bara við hliðina okkur í bát, sko. En hafið þið farið til miðl, það? Já, við hefum farið, eða fengið miðla í Teboði. Nei, við fengið miðla í Teboði, já. Svo voru svona þessi En þá eru að tala sem að heyra í látnu fólki, eða ekki? Nei, sko, jú, þær vorulega, og Amina Sunnu var með í stúdíónu og okkur svona, þú veist, en þær voru svona meira spá. Ég var aldrei farið svona bara að tala við eitthvað. Ekki svona transmiðils eða eitthvað. Nei, mér langar ókslega að pröfa það. Þá breytist þau í manneskjuna. Já,
Ég kem með ykkur í það, ef þið viljið ekki sem farið það, þá erum við klárið. Ég ekki að kaupa það, sko. Ég samt til að vera. Mér langar að trúa þig. Ég vil að prófa að fara. Já, ég var alveg til að hitta afa þú getur bara breytt þér í afa. En ég getur bara breytt mér í afa, en það er geðvitt. Ég var til að hitta afans auðvitað. Ég var mjög til að hitta hann. Kott er það? Nafnaði. Nafni, já. Við erum með hver er svo besti og alveg hitt saman. Man er svo við líka, hann hattaði ekkert sopan. Reynda að svenna við, reykt eins og strompu og það getur að spila hann líka. Bara fitta vel með báðum. Ég held að það var líka gaman að hitta þannig miðl sem svona alveg bara breytir sér og eitthvað. En trúðu að drauga? Ég hef ekki séð neitt, sko. Nei. Þetta ok, ef þú myndir sjá draug, myndir þú segja frá því? Já. Fyrsta sem ég myndi gera. En þá voru við samt bara svona... Er það ekki? Myndir þú segja frá því, myndir hitta geimveru? Já. Hann var ekki að gera það. Maður myndi hitta bara eina græna slímu það. Já, ekki segja það. En máli er að bara... Þá ertu samt að bjóða upp á það að fólk bara hugsa bara, herðu, ok, þær eru bara að tapa sér hann í tilbúðinu, sko. Já, ég held þess að fólk, við erum bara með drauga sögu þætti, þess að við segjum frá bara... Hafið þið séð drauga? Við hefum ekki, jú. Alveg séð draug. En varstu nývöknuð? Það er oft svona milli svefns og vökudæmi. Já, við ræðum það mjög mikið. Sko, bróður minn, ég hef aldrei lent í því, sko, en bróður minn, hann er svakalegur í þessu, sko, yngri bróður minn. Og við vorum, ég ætla bara að segja frá þessu. En þetta er kannski ekki skemmtilegast fyrir hann eða eitthvað. En hann er, við fórum til Rússlands á HM þegar, landsliðið var þar. Vorum saman, gistum saman í herbyggju og fórum saman út og þá upplifði hann svona hann sá draug við fórum bara að sofa og svo vaknaði hann og hann var bara það var eitthvað standandi yfir honum en var hann ekki brent þá svoandi? Nei, hann vildi meina þetta hafi verið eitthvað svona spænskur úrlingur sko bara, og það bara rauk úr honum hann sagði að þetta var bara pjúr hvað sáu þið draug saman? Og hann var bara svona ég vaknaði alveg bara ég var svo hræddur. En var hann fastur í rúminu? Nei, hann var bara eitthvað svona og ég, hvað ég held að það var búið að brjóta þittir okkar. Hvað er í gangi? Reif allt svona gardínur og kíkti inn á bað og hann eitthvað, það var bara svona kaos. Það var draugur þá, þú sást ekki neitt. Ég sá hann ekki, en síðan var ég... Ok, má ég spyrja það? Voruð þið búin að vera að drekka svolítið? Já, sko, við vorum bara að drekka svolítið í ferðinni, sko. Bara verið þarna milli sveps og vöku í einhverju bulli. Já, svo er það ekki, Jú, þú greinilega hefur reynslu á því. Við erum þarna einhvers staðar nálægt því, held ég. Svo var ég náttúrulega líka að rekja hann, sko, eftir þetta, hann var náttúrulega svo lítið lýsir eftir þetta, sko, náttúrulega leið hræðilega. Þá var ég að setja svona hangklæði á mig og svona koma fram og svona alltaf að vekja hann aftur og svona. Ég er svo forðandi hvað þið sáu draug. Nei, sko, við höfum alveg séð, við höfum aldrei hægt í sleep paralysis, þar sem þú svona vaknar og þú ert alveg fastur. Nei, en ég hef alveg oft heyrt, þú veist, hann hefur upplifað það. Já. Og þá ertu í rauninni, þá heyrir allt úr draumunum, þú veist, ert í draumaheimi, en ert með þetta heima hjá þér í rúminu, og er fastur og getur ekki hreftið það? Þú getur ekki hreftið þig. Þá finnst þér þessu allir sig í kringu þig og þú heyrir það. Það eru bara 3 verur sem eru bara svona, þetta er bara svona alþjóðlegt, bara þeir sem lendir svo sleep paralysis sjá einn af þessum 3 verum. Og versta er sem geðveitt gömul kona, gett ógeðsleg og hún eitthvað leggst ofan á þig eða svona. Og fólk að sjá það saman? Já, bara allan heim. Já, ok, þá ætla nú kannski... Það er ekki myndir að Nicolas Cage, hvað heitir hún aftur? Frekar nýleg mynd, góð sko. Það var svona, fólk var alltaf að sjá hann. Drömmum, mælum einni, mann ekki hvað heitir en allavega þið googlið þetta nei, en þetta er sko ég væri úrslega til að lendi þessu það er málið og hafið þið báðar ég langar að prófa að upplifa að vera milli sveps og ég hef aldrei, ég bara mittri í mér er ekki neitt heldur og ég er frekar svona ömulugur þegar kemur þessu, ég bara leggst á kottan bara rótast, svo bara vakna ég og bara ekkert að heilt lína já, það er gott líf sko en svo þú veist, hafið ekki lendið, þú veist, ég var bara eitthvað bankar, svo var engin þú veist, eitthvað svona, þannig skrítið dæmi eitthvað dettur sem er engin skilning fyrir eitthvað sem er lagt uppi borðið svona en dettur síðan svona og svona gravity doesn't work like that ég elskar hvað það er að selja okkur en ég er ekki að reyna að vera eitthvað skemmt, ég er bara aldrei lent í neinu svona sko en það er ekki að ég trú ekki endilega það heyrast undir dingir skilur kannski eitthvað ég lendi að vakna eins og sé að detta já þú sopnar í tíma eða eitthvað já, það er mjög þærlegt já, mér er það líka ekki sjálf ekkert meira creepy en það en þú náttúrulega varst ykkur tíma hann að labbandum hann er jónum með vesen það kallast að labba í svefni sko já, hann að blöður í því sko já, ég labba á tali í svefni mikið og það róti blómapottu dæn
þú ert kannski að banka hjá fólki og láta þig hverfa okkur. Þetta gæti einmitt verið það. Nágrann minn heldur þetta situr augur, þetta bara ég. Ég hef farið upp á fjall 1, sko. Það? Já, bara í svefni? Já, bara ég var 14 ára. Mættur í úlingaðin bara 5 tímum fyrir. Já, stórhættulegt. Þegar fólk að fara út úr húsi, það riski, sko. Já. Þú veist, það alveg krúllegt að vera pissi ykkur blómbót, en svo eru syni mín eins, við báður tala á lobby söndin núna. En þurfið þá að setja eitthvað svona fyrir hurðina? Nei, þetta koma bara og fara aftur inn. Já. Þeir ekki að fara upp á fjallið eitthvað strax. En það var settur lás, sko, við byggum á 4. og hefði fyrst þegar við fluttum á krókinn, þá var settur lás uppi svo ég kemist ekki út á salir. Já, ég skil það. Bara svo myndir að lappa það fram af. Ætli, fólk sem að lappa í svefni sé ekki bara andsetið eða eitthvað, draugum. Jú, takk fyrir það. Bara andsetið. Nei, þetta er óslega skrítið dæmi. Það er óslega fyndið líka, ég held alltaf að maður var að tala í svefni, það væri maður með lokuð augun. En það er samt alveg pínu, eins og þú segir, eins og sért andsetið. Þú ert bara með opin augun og ert að tala og maður bara svona, what the fuck? Og ekki eitthvað svo regla og mátt ekki vekja? Jú, og svo máttu, ég hef aldrei séð mig en hvað gerist þá samt? Tala og labba í svefni, það er vist eitthvað hættulegt. Já, en hvað, fer bara í hjartastopp eða eitthvað? Nei, þú gætir orðið bara eitthvað ruglaður. Ég hef aldrei séð vídeo af mér að labba eða tala í svefni, því það má ekki. Það má ekki vídeo? Máttu ekki sjá það? Nei, mér var sagt það. Ég hef aldrei fikið að sjá sjálf mig að tala eða labba í svefni, sko. Ég held að mér alveg sjá það. Hvað getur gæst? Það er eitthvað gæla á TikTok sem er alltaf að posta. Hún er með svona bara fullt af kamerum, hún er bara eitthvað rosalega í svefni. Það er líka, sko, það er fólk byrjað að fórna börnunum sínum á TikTok. Já, reyndar, ok, góð punktur, já. Já, en ég minna heldur að vera bara geðbilaður ef þú ert vakinn í svona. Ekkert endilega, en einhvern tímann heyrði ég eða mamma eða eitthvað, þetta getur verið hættulegt og svo getur vel verið það sé bara eitthvað rugl. Það ekki sé Step Brothers eða? Ég veit að langt fyrir sá það geggja gerðið ykkar ég rosaði henni, það var mjög fannig. Við tökum Halloween alltaf all-in sko. Já, mjög alveg. Ég tók að ég þarf að fara að halda búningapartí þetta. Já, þú varst alltaf með búningapartí. Já, það var ógeðslega gaman. Bara öskudaginn eða? Nei, ég var bara alltaf með það á sumrin og kom bara allir í búning heim og það var þvílíku metnaður. Ég mætti sem Dr. Phil. Þú mætti sem Dr. Phil. Það voru svaðalegi búningarnir sko. Það er geggja. Eina sem að breytist var hún Margrét sem að sá búninga, hvað allir farið til hennar Magga Einars. Já, hún er svo stór, hún er bara í Hollywood núna. Þannig að þá veist, það er leiðilegt af metnaðurinn að þú varst bara með best of the best að sjá búninga sko. Þetta gerir bara díl, má fólk hafa samband við þig og svo var það bara eitthvað kostar 15 skall eða eitthvað, hún bara tók alla. Breytti öllum bara í, þetta var nákvæmlega sko. Ég þarf að senda ykkur mynd eins og af Dr. Phil og Fúlandi sko. Já, mjög gott. Vá, hvað það er gaman, ég elska Akkur er ekki neitt svona í dag? Já, einmitt. Við erum samt nánast eigum búningalegu við erum svo marga búninga. Já. Þið takki á Halloween alltaf. Tökum Halloween, já. Ég stila bara heyri inn, ef hún er á landinu í sumar, þá var ég til. Ógeðslega gaman. Það er líka svo gaman að vera í partí og þú ert ekki bara bíða eftir að manneskja mæti, heldur að sjá bara hvernig hún og það er ógeðslega gaman. Ó, það er ógeðslega skemmtilegt. Var þetta það ammalis? Nei, þetta var alltaf bara búningapartí. Bara random bara. Já, bara oftast í maí hjá mér. Sumarpartí. Já, bara svona að hitta liðið og maður er duglegri í þessu. Já, allt eitthvað svona random partí. Ég veit það, með þema. Með þema eru svo skemmtileg sko. Já, ég Hugleikur Dagsson, hann var eins og ég veit ekki hvort það gerði ennþá, en hann var eins og með svona þema, hann bauð bara svona random fólki í matabóð. Það væri bara svona, þú veist, eins og Audi myndi bjóða bara, þú veist, bara, þetta væri bara Þetta Súlandir? Já, Þetta er geðvikt. Má ég sjá það? Þetta er alveg ómænt. Þú finnir ekki Dr. Phil, Steindi sem Dr. Phil var eitt að finna þau komið sem Já, Little Britain. Þetta er geggjað. Hún var ólétt með saman, ég finni. Já, nei, með svona óvælt matabóð. Þú veist, mér finnst það mjög skemmtilegt. Það er mjög góð pæling sem ég held að fólki að reyna taka upp aftur. Að bara, basically, hendur bara í matabóð og velur bara fólk sem þér finnst fyndið að sitja saman, sko. Er það svona bannað að hlæja dæmi? Eiginlega, svona smá, en með einhverjum reglum. En ég heyra að fólk að taka bannað að hlæja í matabóði núna, ég fíla það. Já, það er þetta mjög gott. Bara sett tíni í gang. Fólk líka rífast yfir hver á kreditið þessum þætti, vissur það? Nei. Bara, hvort það sé bara eitthvað sem að endurgera þetta. Já, sko, það er til þáttur í kóru. Já, þetta er til dæmis Aron, hann er bara, þetta er sko mín hugmynd og svo er einhver annar. Hann ætti hugmyndina? Já. Og svo gáum við út þátt, hvenær var það? Með hverjum? Jú, nei, við gáum út Halloween þátt þegar vorum kúkar og þá var bannað að hlæja.
En það sumir sem halda eigi bara þetta konsept. Já, bara að banna að hlæja. Já. En ég get alveg sagt ykkur og hlustendur bara hvaðan þetta kemur. Þetta eru 3 þættir, einn í Kóreu, einn í Noregi og þeir eru allir, það engin eins. Já. Í Kóreu þá var þetta allt öðru til dæmis í Noregi að fá fólk bara upp í bústað, það mátti ekki hlæja í bústaðnum. Bara heila helgið? Já, og í Írlandi að þá er þetta í stúdíó og bara grínistar sem að mæta og eru á sviði. Þannig að okkur fannst það bara svo fyndin pælingin að bara banna að hlæja. Og við erum einið þátturinn sem fólk fór áfram, en þetta ekki út. Já. Svona ólíkt hinnum, sko. Já, það var mjög skemmtilegt. Já, takk fyrir það. Mjög skemmtilegt. Hvenær voruð þið úti í alls heimströmmunum? Við fórum út í ágúst. Nei, allan september. Allan september, já, ok. Og það bara, já. Sko, það fyndi með þetta líka... Þetta var 31 dagur. Vá. Já. Það líka fyndi, sko, hvað þú verður með tímanum að núti, eins og fyrstu vikunum svo mætir og bara til í allt, þú veist, og bara eins og við fórum hérna í hæstu rólu heims sem reyndar held ég að ég hef nú grátið inn ég ætla að sjá klipuna hvernig hún hæsta róla? Þetta var ógæðslegt og ég svo loftrættur sko og þetta er ógæðslegt en þetta svona róla bara eins og setur barnið til rólu? Já, og þú bara svona settur samt út fyrir og þú veist bara í ykkur svona þú veist það bara fjöll og þú veist það bara möl fyrir neðan og það alltaf bara margir kílómetrar niður 380 og svo þetta svona þú býður bara og svo bara svona kift undan þér og þú bara svona rapar niður það svo bara rólunu bara yfir allt gilið og þú dettur niður bara einhverja þú veist 300 metra eða eitthvað og svo tekur rólan við þér og fer með þér bara eitthvað lengst og tilbaka þetta ógeðslegt sko og og það var ekki heldur að hjálpa ég var eitthvað að googla þetta og þá sá ég að var eitthvað kona sem rann úr þessu hékk bara einhvern veginn í þessu þú veist, í lausu lofti og mér fannst þegar við fórum í þetta mér fannst bara, það var svo mér fannst það svo hert svo illa á það var ekki hert illa ótrúlega hann var að gera mig bíla þetta er ekki svona ég var svo hrættur sjálfur, ég vildi bara klára þetta og hann bara, no já því að yfirleitt þú veist að herði eitthvað þú veist þá herður og svo stoppar það þá tekur maður eitt svona einn í lokin, bara þú veist að hengi upp hill, whatever það var ekkert gert þarna, það var bara svona ég sá það bara svona það gerir þetta við 10 mannsokkar með einasta deg já, ég veit það er alltaf að fara að vita betur en starfsfólki þarna ég er að pyrra það að hugsa ég vissi ekki betur, ég hefði viljað bara ég bað bara að taka eitt svona auka að þyrst ekki og þá gerði ég það og þá náttúrulega var allt vittlust eitthvað því að ég mátti ekkert vera að gera þetta já, mátti ekkert vera fyrt í þessu en ég tristi bara mér ágætlega fyrir þessu sko já, samt vinna þau við þetta ég veit það sko og þau þurftu að gera þetta aftur og þá var þetta, þú veist þá þurftu að losa þetta og gera þetta aftur og gera þetta eins og ég bara, fuck en já, þú veist, eins og svona, maður til í þetta þú veist, maður mana sig upp í þetta en svo þegar líður á ferðalagið og þú kom náttúrulega með smá heimþrá og saknar krakkan og saknar heim og búin að vera á svo lengi, þá verður maður einhvern veginn ég var bara síðustu dagana orðin hræddur við allt ég bara hræddur við allt bara. Svona lífsræddur bara ég bara hætti við nokkur atriði já, ég fann bara, ég verða að fara heim sko bara... ég ætla að fara að spyrja, fáðu aldrei veit ekki hvort það hefði eitthvað horft á Kardashians en Kim var eitthvað í svona zipline og það er náttúrulega ekkert eins hræðilegt og þetta var ekkert það hátt zipline hún fekk bara svona I'm successful enough, I don't need to do this skilur, bara mér er alveg saman fyrir viewsin hún bara segir þetta og hún fæ bara svona, nei, viti það ég er nógu velstæð til þess að þurfa ekki að gera þetta ég fekk ekki hæsta tegist og ekki heims Kona Svetta kom í fína punkt líka að hvað sá hún eftir? farið þetta, ég skil ekki okkur þegar þau þurfa að vera að hætta lífi eitthvað svo einhverjum nokkrum úlingum líkið betur við hvort maður fá ekki þetta moment bara, okkur er ég fucking að ég fekk þetta í draumnum í Asíu þá fór ég að hæsta tegustök heims og ég var svo hræddur að leiða niður, ég fór að gráta bara grét og þá var ég að hugsa bara fyrir hvernig er ég að gera þetta af hverju er ég að gera þetta, bara ger ég hvað sem er fyrir eitthvað áhorf eitthvað og fó bara í algjörst reality check bara á leiðinu niður ég fór ekki það sko við vorum, málið er að með þá senu ég er ekki við skort allir vitið það en við vorum búnir í tökum sko þú veist að því að þetta var alltaf að plana að gera þetta svo datt þetta út, það var ekki hægt að gera þetta af því að búið svo hvast þannig að það var bara fundið ný áskorun fyrir okkur og sem við gerðum bara og bara þátt tökurna voru bara búnar og alltaf rappartí og svo var bara rappartí kvöldið og þá bara erum hitt liðið og það var
ógeðislega mikið fyllir í sko, þú veist, og bara, þú veist, það bara búið að bara rappa. Bara karaoke og... Já, karaoke og bara allir bara, svo veist, bara búið. Það mikið fyllir þegar karaoke alveg sko. Nei, þetta var alvöru karaoke, sko. Það var bara, herbyggið var í rugli, bara, þú veist, ekkert búin að rústa neinu, en það var, við vorum í Asi, þeir taka karaokeinu alveg... Mjög alveg, og við dýrkuðum þetta, sko. Já, allir bara þreyttir og bara það þurfti mjög lítið til og það voru allir bara komnir í góða heiminanda. Daginn eftir vakna allir ógeðslega þunnir og ég bara kíkja á síman og þá bara skilaboð frá Huga sem var að framleiða þetta og bara tegistökkið on ef við viljum í dag. Það í boði, það bóðna fyrir vindurinn ekki það háðna núna. Og þú veist, við bara, þú veist, þetta búið, við erum búin að klára allt og við þurfum þetta ekki, en við vissum líka alveg að þetta var ekki þetta atriði. Þannig að við einhvern veginn bara, ok, gerum þetta bara, þú veist, við þurfum bara að gera þetta og við fórum sko, þurftum að fara í einhverja klukkutíma bát yfir til Macau, var þetta ekki þar? Já. Og við vorum í Hong Kong og bara vorum að fara í einhvern bát, við tölum ekki saman leiðinni, enginn. Sáum ekki neitt, allir svo þunnir og þreyttir. Það var allir bara að passa þessi ælingi bara í bátnum sko og fórum þetta upp og á svo mikið rók og ég var nýbúin eitthvað spannanda bara og veist, þetta var bara svona, ég hugsaði bara, ég get ekki sko. Eina góða við, þinga fórhjöfum. Já, ég trúi ég er bara svona. Var það ekki bara ælandi öllu bara upp og niður? Eina leiðilega við þetta hefði þetta verið fyrr í þættinum, þá höfðu þeir bara allir fagnað mér og við hefðum mörgulega bara dottið í það. Það því að bara herðir á lífi, þetta var ógeðslegt, þetta. Það bara malbyggur, ekki svona vatn eða eitthvað, bara malbyggur. Þetta kláraði ég og allir bara, var þetta ekki ógeðslegt? Ég bara, jú, bara förum heim. Og þetta var engin gleði eða neitt, sko, bara allt í rugli. Ég lagði með það og svona, já, þetta var eitthvað ógeðslegt, já. Hræðilegt, jú. Það var bara í bátinn tilbaka. Við erum bara heim á morgun í 15 tíma flug. Þetta var ógeðslega gott við gerum þetta samt. Þetta er geggja atriði, sko. En þú veist, eftirminnilegt. Já, mjög eftirminnilegt. Já, mjög óþægilegt, sko. En veistu maður, ég skilja alveg, maður fái bara svona moment sem maður er bara svona, akkur er ég að þessu? Já, þetta var mesta þannig sem ég fengi bara á ferlinum, sko. Já. Shit. Vissi ekki eins og þá að sólarhring seinna kemur mamma að sækja mig. Með bleika hárið. Það var allt í rugli þetta. En hvað var skemmtilegast að fara núna? Hvað áfangastöður svona stendur mest upp úr? Nepal, já, mér líka. Það var geggjað. Nepal var... Við áttum að fara á Everest. Ó, vá. Í grunnbúðin, það var bara svo hræðilegt veður. Þið ætlið bara í alvöru að fórna lífinu bara. Já, sko, við áttum að... Það er bara toppina. Nei, áttum að fara í grunnbúðir. Komast í grunnbúðinar og við vorum alveg búin að vera, við hringdum bara í Lækna Tómas. Ég held að þau eru smá þjálfuðinum að alltaf við vorum alveg bara búin að setja okkur í sambandi við Lækna Tómas og hann var búin að græja töflur og upp á svona fjallaveiki og þá búið að græja eitthvað súrefni sem við tækjum með okkur og allt klárt, sko. Þá ertu í rauninni, sko, þá hefur þurft að fljúga í Nepal og lenda á hættulegasta flugvelli í heiminum. Þú lendir í svona brekku og þegar þú ferðaðan þá ferður svona fram að fjalli. Þetta er sko bara, hann er bara rankað nummer 1. Þetta er bara, fyrsta sæti verður bara að vera hættulegasti flugvellur. Hann var í rauninni hættulegri en bara að fara hann upp. Og svo áttu að fara í þyrlu upp, en svo að þyrluslys bara... 2 vikum áður. Sama fyrirtæki við áttum að fara með bara sem var búið að bóka okkur í, sko. Þannig að það var ákveðið að bara svona, heyrðu, við skulum ekki gera þetta og svo var búið að finna út að við gáttum farið eitthvað annað, eitthvað nálagt þessu og okkur fannst það ekki alveg spennandi. Þú veist að við erum ekki bara komin í grunnbúðirnar og svona. En Nepal sem borg bara störtluð, af því hún er, sko, þetta er ekki svona einhver rík borg, en samt ekki svona einhver eymd. Sorglega þegar maður sé bara eitthvað svona eymd þar sem maður er að labba á eitthvað, en eins og þeim Filipseyja fannst mér ekki alveg Nei, maður fann það alveg í Filipseyjum, þú veist, að því að, þú veist, flestir sem fara til Filipseyja og svona, þú veist, það myndu kannski fara... Já, fara... Það var í höfuborginni, sko. Já, fljúa kannski til höfuborginna og svo ferði eitthvað út úr á einhverja eyju í kring, bla bla bla, eitthvað resort, allt alveg geggja og svona, en það var bara í höfuborginni sem heitir Manila? Já, Manila. Það ekki? Manila, já. Og það var bara svona... Já, mér varst að vera fyrst að koma staðan, sko. Já, fór til Nepal eftir það, sko. Já, við höfum alveg verið... Svo líka Nýja-Sjáland, það var borg í Nýja-Sjálandi sem er eitthvað svona skíðadæmi. Það var sturla líka. Fóruð ekki í The Lord of the Rings, Hobbita? Jú. Fóruð í það? Já. Og bucketlista dæmi, sko. Já, og ógeðslega flott. Þetta er bara nákvæmlega eins og þetta var í myndinni, sko. Já, þið skildu bara setja eftir, sko. Þannig að þú veist, þetta er bara hann allt. Sturla. Við endurgerðum allir úr bíómyndana og leikum... Við fengum búning og allt, sko. Já, þetta var, það var geðveikt að koma þangað, sko. Þú veist, og sumi staðir eru geggjar að koma til og það er ógeðslega gaman að fara einhvert og þú nærði náttúrulega aldrei að sjá eitthvað mikið af því að maður er svo stutt, en þú getur alveg hugsað svona, heyrðu, hérna væri ég til að koma aftur. Þú veist, þú getur svona
Nei, þetta er geðveikt. Það er bara fyrir Ég utan. elska fæturnar líka. Það voru ekki til fætur á mig. En þetta er ógeðslega flott. Já. Eina ástæðan fyrir ég held að fólk mun ekki fara að sjá þetta er að þetta er ekkert smá ferðalag, sko. Já. Komast til Nýja-Sjálands er martröð sem ég mun aldrei gera. Nei, en að því að Nýja-Sjáland er geggjað, sko. Þú veist, þetta er bara geggjað land, en það er ógeðslega mikið vesen að fara á. En fóruð eitthvað til Ástralíu líka? Já. Er það ekki bara næstu bara við það? Jú, það er stutt, sko. Það er, ef þú ert á Nýja-Sjálandi og ætlar að fara eitthvað í frí og ætlar ekki til Ástralíu, þá getur ekki farið neitt og undir 9 tíma flug. Ó, vá. Þannig að ef þú ætlar í sumarfrí, þá verður eiginlega bara að fara yfir. Já, þau fara yfirleitt alltaf bara til Bali. Þess að við fyrir til Tenni. Það var alltaf hálfur. Það er bara svona þeirra. Ég, það í Ástralía var samt líka alveg bara svona, þú veist, það eru kóngulær. Ástralía, já. Voruð þið ekki hræddu það? Bara dýrin? Sko, þegar við komum inn á hótelið þarna, það var bara kónguló inn á hótelherbygginu. Svona stór. Nei, Þú veist, það var bara hjúts, bara inn á baði. Að tekið upp, sko. Er þetta ekki myth bara? Nei. Voruð þið á hæði eða voruð þið Já, bara... Fuglarnir eru hættulegir, þú veist, það er bara allt hættulegt. Nei, þú veist, það var bara kónguló starf bara við hendina á mér, bara á veggnum. En voruð þið ekki á fínum hótelum? Jú, þetta var eiginlega sísta hótelið sem við vorum á. Mér leiði ekkert vel á þessu hóteli, sko. Því að þetta voru svona... Það var enginn í lobbyinu. Nei, þetta var svona íbúðarhótel, það sem var ekki, þú veist, ekki farið niður og fengið lobby og þú veist, þetta var hanglaðið eða klóspapir, eitthvað svona. Það var bara svona íbúðarhótel sem var ekki það hreint og fínt, sko. En góða við þetta er eitt besta atriði í... Já. Þurftu þið að díla við hann? Já, þurftum að koma nú. Það var ekki hægt að hringja neitt, sko. Og við þurftum að díla við hann og við bara rúluðum á það líka, þannig að kom gott atriði, sko. En þetta var, þú veist, ég tábrödd minnast í þessu atriði, sko. Þannig að það hefði bara liðið við mig. Já, ég hefði bara í farin. Það steindi var þannig. Já, ég skil það. Það er bara rétt viðbröð. Það var aldrei á þess að vera að gefa eitthvað mikið. Ég nægin eins og satt. Í hendina? Nei, með svona pott og eitthvað á onni til að loka, setja á vegginu og eitthvað. Ég var skítræddur, það var enginn annar að fara að gera þetta. Og kom svo svona aðsteint og svo rættuði með þetta onni að bombar í eitthvað skáp brautlast í bara skápana og allt það er allt á kameru, sko. Ekki gott jók, sko. Þetta er hræðilegt jók, sko. Þeir geta þrjóðið mann. Nei, þetta er ekki svona hættulegar. Ég held að sé meira að vera svona minni og svona óslega bara hvað bláar. Það búið að sína okkur, við fengum svona katalóg hvað er hættulegt og hvað ekki, við vissum að þetta var Hvað voruð bara með katalógin bara, þessi er ekki, þú veist. Og svo bara líka á hverju einsta kvöldi maður kom heim, þú veist, þetta var svolítið stór íbúð. Og við vorum ekki út í Ástralíu, mátt ekki fara í skonna hérna á þess að gera svona. Já, þetta er alltaf að gera. Það geta verið sportdrekar og eitthvað onni. Og hérna, þegar maður kom upp að herbyggi, þú veist, það var svo óþægilt að því að það voru 3 herbyggi og 2 voru læst. Bara, þú veist, þegar við komum inn í húsinu. Ég var alltaf að, þú veist, það voru læst. Já, það basically, hann er ígætt að það er læst hurð inn í herbygginu, það var ekkert eitthvað annað herbyggi, það bara... Já, þú veist, það eru 3 herbyggi í íbúðinni og 2 af þeim voru bara læst, þannig að hún kannski ekki opnaði. Ógeðslega óþægilegt, veist ekki hvað er inn í þessu herbyggju eða eitthvað. Já, ég var alltaf ekki að væri ykkur inn í þessu herbyggju og ég svo bara, þú veist, þetta var svona gangurinn síðan inn í herbyggju, þetta var ógeðslega óþægilegt hótelherbyggi. Ég svaf lítið þarna, sko. Það mætti segja að þetta var draugalegt, eða? Það var draugalegt. Eða líka bara mikið að svona svæðum fyrir spæta. Og hann búinn að vera á vökunni, sko, þetta spila allt inn í, sko. Það var ekki að tala um vökunna því að hann var á ykkur eitthvað maður bara gæti ekki svo. Já, ég gæti ekki svo. Ég myndi ekki geta svo í Ástralíu bara 1 sekúndur. Nei, og svo líka að tala um snákana í klósettinu, þú voru aldrei hræddir þegar þú settist niður. Við áttum alltaf að gera það líka, kíkja undir setur. Þú færði alveg svona reglur, það er ógeðslega minni. Vá! Akkur býr fólk hana? Já, why? Þess að fullt af fólki. Gekkja veður. Fallegt. Þau eru ekkert að pæla í þessu, við vorum alltaf að spurja hafið þið séð svona kóng? Það er eins og fólk í lyftunni þegar við erum með hundsmenni, hún vildi bara sjá hana og fannst það bara krútlegt. Og hún var víst bara lítil líka. Þú veist, ef þú ert bara aðeins út fyrir bæinn. Hún var svona stór. Já, ef þú fer aðeins út fyrir bæinn, þá er það bara ennþá stærri, sko. Þú veist, svona í sveitum og svona. Þú veist, þannig að þetta var alveg svakalegt, sko. Það rignir líka kóngulóum hana. Já. Á sjöfum svæðum. Það rignir, kemur bara. Bara svo Raining Man. Já. Er það bara að koma með einhverju roki? Bara allan bara heiminin og bara úr til trjám. Ok, það gæti verið eitt ógeðslegasta sem ég heilt. Já, veit það. Fólk það er bara að loka sig inni og öllum gluggum og það er bara... Það rignar. En er það að gerast það því að kemur svo mikið roka, það er bara að fjúka með það? Nei, það eru bara ský. Það er gera vef yfir, sko, öll trén og bara þannig að það lukka bara þessu bara í himninum, sko. Ég er ekki að djóka. Shit, maður. Ég verði eiginlega að finna eitthvað að vídeo á þessu. Fyndist samt að við fengum enga svona reglu á Nýja-Sjálandi. Samt er þetta rétt, já. Já, það er ekki eins mikið drama þar, eða? Nei, það er eitthvað pöttur þar. Nei, ef þetta væri ekki svona langt flug, þá myndi ég alltaf fara aftur til Nýja-Sjálandi. Já. En þetta var sko, þú veist að við flugum til Finnland sem var 3,5 tími.
Finnlandi til Katar sem voru 8 tímar og frá Katar til Nýja-Sjáland sem voru 17 tímar. 17 klukktímar, voru það í fínni vél eða? Ég veit ekki alveg samt ekki. Þetta ekki þarna, þetta rosalegt. Þetta Bali, sko, eins og í Ástralíu er þetta líka verra, sko. Já. Það er svolítið fyndið, svona flugvélar sem að fljúga svona lengi og svona, þetta ekkert eitthvað lúxusvél. Nei, alls ekki. Þetta bara svo Icelandair vél, sko. Já, bara venlu vél, bara. Ég sofnaði aldrei í flugi, ég sofnaði 3 tíma, ég horfði á 3 myndir og var ennþá 7 tímar eftir að fluginu. Og það svo hræðilegt, sko. Jesus. Það situr líka lengi svona kjurr, það bara, þegar maður næri ekki að sofna, sko. Já, og í þessu andrúmslofti og eitthvað. Maður hefur stundum fengið svona this is it, sko. Ég fekk þetta smá í Ástralíu, sko. Það var alveg bara svona, ég verð að komast í hann, sko. Það svona, þetta var Við vorum mjög fengnir þegar við fórum þaðan. Þá ekki að setja út Ástralíu, það var ógeðslega fallegt þar og gaman að vera þar. Ég man það var líka þegar við vorum í Kambódíu. Það var herbergi okkar, þú veist, þá opnaði bara hurð. Við sá bara svona rottu, bara starfið hund, bara svona nokkra saman í svona ruslabónum, mikið rusl og svona þetta og það var svo laki komast á mig inn á herbyggi, þá panikaði ég, sko. Og það lítið. Já, það er gaman að þessu. Við erum nokkuð svo sambandspurningar fyrir ykkur. Já. Ok. Við ætlum að, ef að sambandi eitthvað verið raunveruleika þáttur, hvað myndi hann heita? Keeping up with Steinþór. Keeping up with Steinþór? Þú bara auka persóna? Ég bara að reyna að halda honum í skefjum og alltaf bíðandi eftir honum og... Já, hvað? Jú, það er svo sem alveg rétt, sko. Ég jú, og reyna að rata kannski líka. Já, vera með honum í bíl. Er það bara surviving eða? Surviving Steinþór. Hver einasta dagur orrusta, sko. Hann kann ekki að keyra. Ég kann alveg að gíra. Hann beigir bara eitthvað. Já, hann kann á bíl. En að sitja með hann, ég átt bara áhrist að beigja hinga. Ég veit ekki hvert að því að fara. Maður bara svona, þú bara búið hérna allt þitt líf. Ég kem frá Sauðárkróki við rata. Ég keyrði eins og bara inn í eitthvað íbúðahverfi nálægt hér og bara þurfti að hringja. Bara hvað? Hann ratar ekki enda á heimtíminn, samt að hann sóst með svona 20.000. Hann fyrir alltaf lengri leiðina. Bara 20.000? Já, ok, það er 50.000. Þeir eru bara að fara pikloftur inn í það. En bara, er eitthvað svona, ég veit hvað allt en ég bara mjög erfitt að fara ánga, sko. Já, fyrsta tengið. Ég tengi það ekki. Jú, þetta sérstaklega ef ég á að fara eitthvað svona styttirleið, eða þú veist, eitthvað svona að drífa sig ánga, þá fer ég bara lengstur leið heim og ég veit ekkert hvort það er betra að beygja hér eða hér. Akkur þetta beygja hérna? Ég veit ekki, ég tek að gera það. Má fara saman eitthvað daginn, flauta á hann, því hann gaf stefnuljós til hægri sem var bara skrítnast, ég man ekki hvar við vorum, það var skrítnast að hægri beygja, jú, við vorum að koma hérna eftir Þorrablót IR, keyrir, þú veist, hérna með mjóttina bara fyrir fram að þig og við vorum að fara til Keflavíkur. Þannig í staðan fara að fara bara til vinstri og fara fram með Smáralindu og það eins og allir gera. Þá ætlaði hann bara upp yfir til hægri og ég var að flauta á hann á milljón, hann einhvern veginn að beygja yfir, bara hvert ætlaðir? Skrítið dæmið maður. Já. Ok, hvað er þá lokasvarið? Surviving Steinþór. Já, ok. Hvað er eitthvað svona vandræðalegasta moment saman? Þá fyrir utan að baða kallinn. Það kom upp í hugan. Já, þau eru nú bara örugglega helviti mörg, sko. Er þetta alltaf eitthvað? Er þetta má þetta vera í sjónvarpi eða líka Ég bara, líka persónulega bara óþægilegasta momentu okkar. Kemur eitt bara núna upp í hugana því að gerðist bara daginn á svo steikt, sko. Rekin, mástu, en það var samt ekki eitthvað svona okka moment. Nei, og ég var ekkert að hjálpa það mikið þar, sko. Nei, það var, við vorum bara upp í vinnu og það var eitthvað sem ég held að fartölu. Já. Og þetta bóka. Ég kem svo seint inn í þetta, þeir eru búin að vera að spjalla. Ég var bara að spjalla eitthvað, ég var að kaupa eitthvað í kælinum og hann eitthvað. Og nýbúið að reka aðra mannesku. Og hann kemur eitthvað svona og segir þetta var, ég heyri bara já, það hefur verið að reka búið að reka svolítið marga núna eitthvað, en nei, margir að fara og eitthvað svona og svo heyri ég hann segja, já, en svona er þetta bara í stóru fyrirtækjum og það er það sem ég heyri þegar ég kem labbandi að þeim og hann heldur á tölu, ég bara heldur takk fyrir samstarfið maður og ég leti svo, ég var búin að lesa þetta bara, já, ég sá þetta, takk fyrir samstarfið maður þetta er djúðlega leðilegt og hann bara, hvað, ég er ekki dættur eitthvað ég bara, nei, hvað, býtu, hver var áttur að fara eitthvað, ég var eitthvað að reyna að bjarga mér hræðilegt en svo hann kom með síðan núna bara hvað veit undir sem ég veit ekki ég sagði með við hann, kannski veist það ekki klóðunum bara vandræðilegt við saman ég meina
Það alltaf lendar allir ykkur. Dalvík var vandræðilegt. Jó, það var mjög óþægilegt. Það hefði verið óþægilegt, sko. Við vorum semst, heldum að við vorum veislustýra Þorrablóti Dalvíkur. Heldum að það væri svona 300-500 manns, en við vorum að semst veislustýra Þorrablóti Sæplast og það voru 22 saman. Sæplast? Sæplast, ok. En alveg stemming, en alveg svona skrítið og svona... Já, þér leið óþægilega. Nei, samt ekkert. Nei. Alls stemming. Við erum alltaf að lendi í ykkur, örgulega. Ég mann sko ekki eins og bara hvað ég gerir í gær, sko. Sko, ég veit eitt sem ég vil samt ekki segja tengt öðru. Sem þú varst að spyrja mig á. Já, ok. Ekki þá segja það. Ok, segjum líka bara kallinn, það gott. Já, baðkallinn. Það gott, sko, já. Það vandræðilegra. Já, það mjög vandræðilegt. Já, svo, þetta svona næstu ég sama en samt ekki. En hvað það klikkasta sem hefur gert saman? Saman þá eru Rólan. Já, ég held það. Þú veist, það ekki... Því við sitjum hliðinni, sko. Ok. Já, fórum báðir í svo rólu. Hún var hræðileg, sko. Voru það leitast? Nei, ég held að það hefði ekki verið bara tími fyrir neitt, þú veist, maður bara... Þetta var ógeð, sko. Já, ég get ekki ímyndum þetta, sko. Þetta var alveg hrikalega, sko. Já, ég held að það er ógeðslega sem við gerst saman. Klikkaðast. Það spurði líka hvað Ég hugsa, Rólan, þó þetta sé fyrir sjónvarpsþátt þá þetta pottið að klikkast sem við gerst saman hlið, sko. Fair enough, 100%. Snákabað líka. Já, kóngulóabaði núna. Kóngulóabað? Já, það var... Já, svona, ekki eins og kóngulóabað, fórum okkur á dínu, bara í einhverjum garði hjá einhverjum gaur sem að safna þetta var ógeðslegt. Það voru bara... þið vel lífstríðir? Já, hvað að gerast? Það var hækkuð fyrir seríuna. Fórum að fundi frá og það var bara allir kallar á fund og hún átti skrifa undir að búið að hækka líftryggingar, þannig að fjölskylduna myndir nú fá eitthvað það ógeðslega óþægilegt. Myndi fjölskyldan fá eitthvað? Já, sko, já, að þegar við skrifum allir undir eitthvað, þá var... Dæmi, sem að fyrirtæki borgaði fyrir. Sem fyrirtæki borgaði fyrir, en þú veist, ég náttúrulega, annars erum við líka líftryggðir bara sjálfur, held ég gegnum okkar tryggingar, en ég veit ekki alveg, en þú veist, við höfum skrifað undir svo mikið að svona dauðaplökum, svona ef þú gerir þetta, þá er þetta þinni ábyrgð og þú ert bara... Það stendur með þess að ef þú deyrð þá er það þinni ábyrgð. Það er ekki að þú slasast. Það er bara að tryggja sig alveg. Þannig að hefði Rólan poppað við dáið, þá er ekki að kæra fyrirtækið, sko. Þið getur líka ekki gert í þá. Nei. Þetta er gert líka fyrir fallega stökka þegar vorum að kafa með einhverjum háköllum og alls konar meira þess að það var að vera að berja okkur ykkur tjón. Hvað að gerast? Það hefði líka kafað með háköllum. Já, það var það var í Aska, já, það er umlega eitt að klikast það líka. En ég myndi samt segja Rólan var svo skeri. Mér er þetta að kafa. Ég þurfti alveg bara ég meðast mjög óþægild að anda það þarf að anda eitthvað rétt fólk finna alltaf bara okkur námskeið í þessu, sko. Og við bara fórum og ég þurfti alveg mest 3 ára að biðja mig að fara upp úr bara ég náði ekki að anda því að maður andar búrið það? Já, fer bara ólinn svona búr og voru stórir háklar? Nei, ekki greið svona fullt af típum, sko. Já, var fullt af háklar, sko. Bullsharks? Já, það var bara það voru alla típun nema Great White. Það var bara eitt sem var bara svona en nýbúið að gefa þeim öllum að borða á eitthvað. Já, ég var ekki hvað þetta vesina? Nýbúið að gefa þeim borða, bara ekki vera pót í þá. Já, no shit. Svo það hefði bara verið plani. En já, já, það er ekki bara Rólan. Einar sem leiðilegt við þetta bæði svörun okkar tengjast draumnum, sko. Já. Nei, ok. Já, það meikar svolítið sens. Og nefni eitt hlut sem þið hafa lært af hvor öðrum. Það er nú bara, held ég, helling, sko. Og bara, þú veist, ég er svona að reyna að finna eitthvað gott fyrir þig, eitthvað fallegt fyrir þig. Já, ég hugsi að lært að gera lög með stenda. Já. Og bara, ég bara lært helling, bara allt sem tengist bara gríni og náttúrulega fyrst og fremst núna sem er mikilvægast kannski að reyna að læra tímasetningar, sko. Já. Og samt ekki búin að læra það. Koma á réttum tímum. Öddi mætti 5 mínútur fyrir og ég er svona 5 mínútur eftir. Nei, ég mætti á réttum tíma og hann mætti svona 20 mínútur sen. Þannig að þetta er svona, við erum að reyna að finna þetta góða balans, sko. Erum við að því? Já, þú veitum, þetta mæta 5 of seint, þá værum við... Þá erum við góðir, já. Það er berra lík fyrir þig. Já. Við erum heppnað þarna, við erum bara saman í 10 mínútum senar. Eða stundum og eða of við erum alltaf saman. Erum við tímalega alltaf eða? Þú veist, við erum annarkvort of snemma eða 10 mínútum senar. Við erum vilt seinar í eitthvað sem við erum að gera bara við. Já. En það kemur einhver öðru, þá erum við
þá erum við yfirleitt svona kannski 5 mínútur max Já, og svo sleginu 5 mínútur, já. Já. Við erum ekki típun þessu banka eitthvað, sorry, ég bara mætti þessu fyrir hérna. Nei. En sumir eru þannig, það er gott. Hvor ykkar er rómantískar? Nei, byrju, þú sagðir, jú, þið svöruðu báðir. Já, lögin. Já. Hvor ykkar er rómantískari? Ég held við séum mörgulega bara smá parið hann. Já, ég er kannski aðeins með það. Já, ég ætla að gefa þetta. Það ætla að segja kannski aðeins væmnari. Okay. Það er rómantískari eða ekki. Já. Ég ætla að reyna að vera rómantískari. Já. Það er mitt plan. Það er ekkert að því að vera rómantískari. Nei, alls ekki. Það er bara mjög gott. Hvor er þá líklegri til að senda ég sakna þín SMS eftir að hafa ekki heyrt í einhver tíma? Á hvern annan? Já. Ekki að fara að senda. Ég er ekki að fara að senda. Jú, ef ég væri fullur einhvers þar, þá get ég alveg gert það. Já, erum við ekki bara jafn líklegir í það? Já, við erum alveg báðið þar. Allt annað, ég væri bara nokkra, ég var að tengja þetta mikið að vera bara í Íslandi eitthvað, ég sagt það myndi aldrei gerast, en ef ég væri að ferðast eitthvað með minn eitthvað. Já, búin að vera í burtu eitthvað. Líða á ströndin eitthvað, sakna enganlega eitthvað, já, það myndi alveg þetta. Wish you were here. Já. Pottet. Báðir. En aldrei eitthvað ég og Íslandi við sakna þetta, við erum saman alltaf dag, sko. Hvor ykkar er meiri eyðslukló? Ég. Já, ég hugsa það líka. Það fer samt eftir svona sko, við eigðum kannski í svona sikkoru, þú veist. Ég held alltaf bara ammælið mitt. Ég er ekki mikið ammælisbarn, sko. Nei. Ég vil helst bara vera heima og með síman og silent og náttbuxunum og bara eitthvað svona chilla. Jú, því meira sem ég hugsa, ég er töluvert meiri eyðslukló en þú. Já, en ég eigði rosa mikið pening í svona nördadót, sko. Ég er alltaf að kaupa eitthvað og kaupa eitthvað svona nördalegt, sko. Já. Ég er rosa mikið nörd, sko. Hvernig nörd? Þá tölvuspil eða? Já, og bara ég safna alls konar dóti, sko. Þú veist, ég kaupi mikið af einhverjum svona myndum og hérna... Ertu að kollekta einhverju? Já. Okay. Og hendi engu, sko. Ég er með rosa... Horter. Já, og bara allt sem ég sé sem er eitthvað skemmtilegt, sko. Þú veist, bara ég safna eiginlega ekki einhverju einu, sko. Nei. Og hérna, þannig að ég eiginlega ágætlega mikið í það, sko. Ég er svona, kannski, ómiklu. Svona, ég veit ekki. Samt ekki. Nei. Og síspildu eitthvað. Já, það fyrir eftir maður alltaf, já. Ég veit ekki, jú. Ég held samt auði. Já, mjög sæð. Ok, en hver er meiri dramadrottning? Auði. Það? Hljómaði svona eins og það stendur vera. Já. Ég er ekkert drama. Nei, hann er mjög Já, líglega, sko. bara nójaður, er það ekki? Já, sko... Ég er meiri dramadrottning, ég myndi gera meira úr einhverju bara sem að ég er tillingarskítur heldur en hann, en hann er náttúrulega 10.000 sinnum nójaðar en ég og erfiðar en ég, en ég skal taka þá með, ég er svona meiri dramadrottning, ég get gert meira úr einhverju sem að ég kannski ekki neitt, sko. Ok. En þá er ég að tala bara í einhverju, í samskiptum okkar eða eitthvað, veist hvað ég meina. Já, ég er bara, held ég, mjög lítið drama, sko. Já, geði það. Já, ég fer ekki í fílur og svona. Eða þú veist, allavega ekki lengur en bara nokkra sekundur, sko. Já. Ég get ekki smá fílu. Já. Gott að geta viðurkennt. Já, það er mjög gott, já. Hvaða Kardashian-systur væru þið? Heitir hún ekki, miðjan Chloe, sem er með Ég hef ekki trommaranum. hort mikið á þættina. Nei, það er Kourtney. Hún er elst. Já. Ég hugsi ég væri hún. Já. Er hún ekki svona eðlilegust? Bara alls konar skoðanir á því. Já. Hún er ekki aðeins að missa það núna með þessum trommar eitthvað? Ég held að ég væri bara Kim. Já, mjög til, sko. Er hún til? Já, átæk ég það. Já. Ég verð bara Kim. Þú er Kim, já. Bara the main character. Já, þú veist líka bara, er hún ekki bara nokkuð basic? Já, þú er samt eiginlega meiri hinn hann. Það er enginn að segja eitthvað basic. Hvað heitir þriðið aftur? Pappi minn horfður á alla þættina, sko. Eða það? Já, pappi minn elskar þetta, sko. Hann er in for a treat núna, 16. februar, byrja ný serið. Já, ok. Já, ég er ekki sé mikið að þessu, sko, en ég sé þetta bara alveg gegnum hann, sko. Eina sem böggar mig er að ég sé gömlu þættina að þetta er orðið of stage alls núna, það er verið að koma þeim saman, þau eru að reyna að finna tíma í sketsjunum sínu til að taka eitthvað upp og fara yfir eitthvað, en þú horfir á fyrstu seríunar, ástæðan fyrir að það er ekkit ástæðalaus, þessi fjölskylda verður mjög vinsæl, að þetta var mjög skemmtilegt, þetta var alvöru raunveruleika sjónvarp, allir höfðu nægan tíma til þess að þau vildu bara meika það og vera að taka upp allt sem þau gerðu, spennandi og opna einhverja búð og eitthvað og geggja og hún fór að ganga vel.
Mér finnst ekki jafn spennandi að sjá núna þegar að vera að þvinga, ok, náðu að tróðu þessu inn hérna á 50-daginn, geta allir hist þá, þetta ekki lengur raunveruleika svona. Þau náttúrulega búin að breyta þessu núna yfir í basically svona docu-series. Ég segi það, já. Þetta meira orðið svona heimildaþætti núna og þau eru breaking the fourth wall, bara, já, núna hérna heima á mér. En mér finnst þetta skemmtilega. Já, það rétt, sko. Og sem ástæðan fyrir þáttur að meika það líka, því þetta mjög skemmtilegt. Já, það rétt, sko. Svo náttúrulega líka bara fullt af mjög clever markasetningum í þessu, þú veist eins og þegar hún var að skera gúrkuna, var ekki gúrka? Jú. Já, alls konar svona dót, þú veist, sem öllu líkitum alveg planað. Nei, ég held ekki. Ég held ekki, nei. Er það? Já, ég held ekki, sko. Í alvöru? Heldur bara, hún kunni bara í alvöru en ekki skera. Það var bara íkt þetta líka gett mikið eftir á. Já. Ég held ekki að plana, það ógeðslega skrítið að plana það. En ég meina ógeðslega góð marksend líka, þú veist, ég veit ekki, það haldið að þetta hafi verið alveg. En það var brilljant markasetning, þetta var planað. Ég haldið fatta samt að hafa þetta inni, í staðan fyrir kannski margir myndu klippið út. Já, ég held að, þú veist, maður sér alveg þegar eitthvað er leikið, ég held að þetta aldrei verið leikið. Nei, kannski ekki. En það sem heldur fólk held ég í dag er bara því þeir lendi svo helluðum hlutum, þú veist, bara eitthvað, einn barnar aðra skilur, þú veist. Já. Tristan skilur á hún og barnið með henni eins og búin að barna aðra og hún bara fréttir að hún í ræktinni, þú veist, þau eru eitthvað svona. Það er drama. Ságaur, hvað er þetta ekki sá sem, þetta er algjör auðbyggi hérna, sem er körfuboltamaðurinn í Cleveland, hvað er líka flott, hérna Lamar Odom, hann var bara á einhverju hóruhúsi. Herðu, hann er í nýjustu seríunni. Hann er komið aftur. Það verður ekkert eðlilega spennandi að sjá hann. Hvað, þú veist, comeback er ekkert smá spennandi. Er hann komin aftur það inn í fjölskyldunni? Ég bara heyri þetta núna. Þau eru desperate. Já, þau eru desperate reviews og sér bara, hann í trailernum skilur bara Lamar og maður bara, what? Já. Get random. En ok, Kim og Courtney, ég fíla það. Já. Er eitthvað sem þið gerir fyrir hvern annan sem þið kunni að meta? Eitthvað sem Uddi gerir fyrir þig sem var svona, kann gett vel að meta þetta, eða öfugt. Já, menn helling. Þú gefur mér stundum Gatorade sem er fallegt. Já, það er fyrir hvert gig. Já. Það? Stoppar Uddi og kaupir Gatorade. Það er þetta mjög krúllegt. Já. Ég gerir nú örugglega eitthvað fallegt. Ég er að hugsa það. Ekki það hitt sér merkilegt. Nei, ekki þannig held ég. Sem gerir fyrir hvern annan. Jó, ekki. Jó, ég bara bökkum hvern annan upp. Já. Nei, bjórhandaðir og eitthvað svona. Bara við erum eitthvað. Segir ég ætla að ná í bjórhandaðir og... Bara nefn aldrei bjórhandaðir. Jó, það er náttúrulega menn skilast á að sækja ránd og svona. Það er ekki eitthvað sem að, ég myndi ekki kalla það að gera eitthvað fyrir mann. Nei, ég líti á að gert nú eitthvað helling fyrir þig. Jó, ég meina þú hefur gert helling fyrir mann, ekkert eitthvað. Nei. Ekkert sem hún kanta með það. Greiðlega ekki. Nei, jó, ég skullar á þeim. Rétt. Það er hárrétt, hún skullar mjög oft heim eftir útvarpið. Þegar við erum einum bíl og hún þarf að sækja strákan á föstum. Þetta var, ég skammast mig að fara að glemta þessu. Ég er mjög þakkláttur fyrir það. Er það í leiðinni eða er það svona... Já, hann þarf að taka smá kók. Já, það er fallega gert. Já, samt, það er mjög fallet. Hver geti lifa lengur án síman síns? Það væri ég. 100%. Er það? Ég hef bara tín oft símanum mínum, alveg heilengi og veit ekki það. Við erum ekki til líkingu við Egil, hvorur okkar. Ég held að við séum alveg nokkuð svipaðir. Já. En jú, ég skal alveg taka það með en Egil geti ekki lifa án síma síns bara... Ég er oft búin að vera batterislaus mjög lengi og svona, hans að vita það. Já, reyndar, ég hleð alltaf á nóttinu og svona, ég hugsi aðeins háður honum. Já, ég held það. Já. Mér finnst bara svo skrítið að vera batterislaus klukkan 3 á degi til. Já, það er bara galið. Smá sammála. Hann og Rakel, konan mín, er alveg eins með þetta. Hlaðastundum ekkert á nóttinu, svo bara batterislaus í hátinn. En þú veist, þú átt börn. Já, Stórfurðu. Jú, ég óttast mjög mikið. Þetta fæði að ringja þér í batterislaus, klukkan 1:30 á degi til. Hvernig má þetta vera? Smá kæruleysi. Já, smá sko. En ég ætla að vera með hlaðin óttar. Já. Það er sniðugt. Ok, hvað afsökun notar, þú veist, til þín, hvað afsökun notar Auddi til þess að koma sér úr hlutum og svo öfugt, hvað afsökun notar Steindi til þess að koma sér úr hlutum? Steindi segir svo að horfa á eitthvað eða þurfið að skila af sér eitthvað sem ég veit stundum að það kjaftaði. En í verkefni sem ég er ekki í, þá bara ég kemst ekki þarna þegar ég verð að horfa á þetta og fara yfir þetta. Og Auddi er að fara á fund. Kemst ekki að fara fund. Það er 9 kvöld Þessi satt ég að báðum. En yfirleitt reynum við ekkert að koma okkur út úr mörgu. Nei. Þetta er bara komið í kalendir og við höfum að vera ykkur starf. Ok, kekjað. Þá ætlum við að tjekka Steindi nokkur spurningar sem að
þetta svona, þú ættir að vita þetta þetta. Okay. Þannig það er góð vinnin. Já. Hvað go-to karaoke lagi hans þetta? Go-to karaoke, það er til dæmis Wild Roses og nei, hvað heitir lagið? Þú veist, Roses eitthvað? Bed of Roses? Já, Bed of Roses er eitt af þeim, sko, ég er með fleiri. Ok. Svo er líka It's My Life, Bon Jovi. Nei, David Bowie. Nei, Bon Jovi. Hvað ertu fullur? Þú segir að hvorugt lagið? Hvað lat ekki alltaf í karaoke? Svo tekur alltaf í karaoke. Þú tekur Án þín, orginal útgáfuna. Já, Breyta Always Án þín. Já, það var á listanum. Já, það er... og The Arms Wide Open. The Arms Wide Open, og svo þetta svona króksara, þetta er Creed og Boots og svona króksara tónlist, sko. Og það er réttir leið. Já. Ef að Auddi væri að fara að stinga alla af, hvert myndi að fara? Ef hann var að stinga alla af, er þetta á Íslandi, eða? Nei, ef hann bara má fara hvert sem er. Í heiminum? Já. Ég hugsa hann færi til Ítalíu. Ef hann var að stinga alla af. Ég sagði Bandaríkin, sagði AC bara. Já. Ekki að leita það. Við myndum finna það. Það færi bara ekki til Thailand samt, ef við hugsaði rétt. Já, þú veist, ég meina að vera að stinga af og mætti bara ekki finna þig. Þú væri bara svona feika döðin eða eitthvað. Asi allavega. Þá væri ekki frekar að bara eitthvað Grænland eða eitthvað. Það nálægt. Ég veit ekki aftur það er samt mjög svona. Ísland er alltaf að fljúga. Já, þú veist þess að... Stindi Já, ég veit ekki. Hvað reyndi hann? Var í flugi? Já, hann er í Grænland, bara í núk. Hangað. Ég hefndi farið til Bandaríkina. Var það vitlaust? Já, Bandaríkina. AC það bara aircondition. Nei, það er Atlantic City. Já, það er bara búa í AC-inu. En málið er að búa bara í einhverju loft. Fela með það. Það er kallt og glata. Finnum alltaf ekki. En sko, Atlantic City er náttúrulega fer enginn þangað nema við. Þú veist, ég veit ekki marga Íslendinga sem er alltaf þar, sko. Er það eitthvað svona Poker City eða eitthvað? Eitthvað svona spilavíti. Þetta var litli bróði Vegas, en í dag er þetta bara hruni komið, sko. Já, bara mjög. Við förum alltaf þarna álega. Þú veist, það er nú bara partur af því að fara þarna er að því að þetta er umulegt, sko. Já, það er bara stemming. Partur af gera það skemmtilegt. Já. Stemmarinn. Ok, hvað er svona eitthvað eitt sem minnir Audda á þig? Og bara svona sér þetta á hann og bara, já, þetta minnir mig á Steinda. Þetta minnir mig á Steinda. Það er, tilkynningaskylda. Nei, ég spurði mitt að því. Þetta þarf að vera eitthvað svona sem þú varst að geta... Ég segi honum alltaf ef ég er að fara að pissa, gera eitthvað. Ég segi alltaf allt hvað ég er að fara að gera, sko. Já. Fárlegt, sko. Þetta var bara svona... Þessi bjór, hann er að reyna vel í mér núna, maður. Ég byrjar að finna þess að mér. Ég held að það hefur ekki annað, hann segir allt sem er að gerast þér sig, sko. Þetta er, ég skal gefa það vísbendingu, þetta er drykkur. Þetta er drykkur? Þá myndi ég held að þetta væri, Guinness, eða Jagermaster. Já, Jager. Kemur ekki vel út úr mig, maður. Það er þessi fólk með Jager að hugsa þetta. Steindi. Hvað er mest að svona, ég trú ekki að þú hafi gert þetta moment sem þú hefur gert, sem Audda finnst. Audda finnst það svona, ég trú ekki að hafa gert þetta. Það er örugglega hellingum, maður. Mér langar smá að segja þegar ég beilaði í taugastökkinu, sko. Nei, þetta er ekki tengt þáttum. Þetta er ekki tengt þáttum. Gerðist samt erlendis. Gerðist þetta nýlega? Nei, við erum að kynnast þarna. Trúið var svo búin að sitja á. Já, lengi. En þekktum alveg hvað það. Já, ég veit hvað þetta er, maður. Hvað? Þegar ég var næstum búin að stela barninu. Hvað gerðist? Það er sem sagt, við erum að fara í rennubraut. Þetta er á Tenni og það eru 2 rennubrautir hlið við hlið. Dragon og eitthvað annað þarna. Ok. Okkur langaði svo að fara í Dragon. Að gaurinn niðri með flautuna sagði við okkur, heyrðu, hann er lokað, ég skal láta okkur vita eða opna. Það er bara verið að laga eitthvað, hún opnar á eftir. Því okkur langaði svo að fara í hann, við vorum alltaf að fara í sum. Svo komum við niður, 4 saman og bara skellum hann á eitthvað dettum úti og þá flautar gaurinn. Hann er alltaf að fara að segja okkur að það er búið að opna hérna. Leið og ég lendi bara í, eftir þetta. Og hann svona flauta á fullu og Steindi eins nójar og hann er byrjar
að panika og hérna krakki liðin á sig vera að drukna og rífur í og það er svona 6 ára krakki sem þetta alveg bara staðið í ég heyri bara, ég er svona nýlendur bara honi í eitthvað svona laugskilur sem oft svona grunn og lendi kem út og bara flauta á fullu og ég er bara svona lítið eitthvað við og sé bara krakki þetta við hliðina mér sem stóð, sko, hann var ekkert eitthvað að drukna lyftur honum, pappa sko hlaupandi reif krakka af hann á honum bara hvað er þetta að gera og nú er það bara fullorðið maður að taka barnið ég er bara eitthvað, sorry maður, ég bara held að væri eitthvað að maður ég held að vera að drukna og ég bara vatnið svona það þurfti bara að standa upp og hann tók út þannig ég held að það var aðlæst að sinni Jesus maður en það er rétt svar já, hún náði það er mjög gott og hvað er svona komfortmaturinn að setja? Það er komfortmaturinn hlýtur að vera bara Tommy sko að fara í nei, það er hollt og gott þú ert hræður, ég ætla aldrei að mista með komfortmatur? Já Þið líði vel með að fara þangað? Nei, svona, þú veist, soulfood, svona komfort ef ég er heima lítill já, það er kjötloka reyndar það rétt hjá hann það ekki? Já, ég sagði pizza samt já, þú sagði pizza, já en hann var með þetta rétt það? Já, hann þekki ég betur en þú ég var bara kleimili ég elska að ég eina kjötloka heima þær eru reyndar ruggla góðar það er bara svona tilbúið. Það er bara sóma, lókuna. Svo setur þetta bara í George Foremaninn og svo er þetta grilla og svo er þetta með sósu. Það er geðvikt, sko. Það er geðvikt. Underestimated. Við keyptum okkur fyrir Haugum eitthvað sem er eftir eitthvað djám. Já, æðislegt. Þetta er hrigalega gott, sko. Þetta er kjötlókur. Við getum þetta takin í kvöld eftir, við erum búin að fá okkur nokkra. Þetta er skrall. Já, þetta er allavega, voru allar spurningarnar, þið stóðu ykkur mjög vel. Það er ekki? Jó, bara mjög vel og það er gaman að heyra svona, ég held að fólk sé forvitið eitthvað svona samband, sko. Já, við höfum alltaf rætt þetta svona. Nei, já, við bara, einmitt. Í Valentínsson á mánuðinum. Já. En það er ótrúlega, hvað við vinnum ekki saman og erum alltaf ekki saman og svona, þá er nú alltaf stuð á okkur, sko. Já. Við bara, við líka, eins og við sögum bara í byrjun þáttar, við pössum upp á það, sko. Já. Sé gaman líka. Það er mjög mikilvægt. Já, það er það. Já. Hvað er svona ykkar go-to date-staður til að fara núna? Það er Drunk Rabbit. Hann heitir ekki Drunk Rabbit. Nei, það ekki. Jú. Heitir hann Drunk Rabbit? Ég held að hann heitir Drunk Rabbit. Hvað heitir staðurinn sem er á móti Amerikan bara þarna írski? Jú, hann heitir Drunk Rabbit. Já, eitthvað Drunken Rabbit. Já, eitthvað svoleiðis. Er ekki karaoke þar? Nei. Já, píla. Það er bara, nei. Það er bara og bara alltaf fullustæðar útlendingum og já, við þekkjum Garðar sem er að spila við erum bara að kynnast honum bara svona að því við það er svolítið svona, við laumum okkur þangað sko. Svo finnst mér þetta Ærismann líka ekki að gera já, þannig að ef fólk vil finna ykkur niður í bæ þá erum við eins og Íðinn við erum voða lítið niður í bæ, við allavega ekki helgar og svona, það kemur alveg fyrir að við erum ykkur staðar og lendum í því að fara eitthvað áfram en oftast erum við bara svona mánudöðum kannski Þú getur fundið Steinda auðvitað á mánutíðum og Drunk Rabbit Hljómar hræðilega Hljómar alveg Já En ég held að það sé bara, já Við erum mjög spenntar að sjá þættina, hvernig koma þér út? Takk fyrir það 28. febrúar, föstudagur Fyrsti þáttur 28. feb Já, og bara sko, það er líka eins og hérna, við erum að reyna að hamla á fólki að áskrifta Stöð 2 Plus kostar 3.990, það er svo 2 bjórar Já, það er ekki dýrt að horfa á þetta. Við erum alltaf að hitta lið sem er eitthvað hérna, alltaf ekki að tjekka á þessu hvað, betur, kostar ekki bara 20 skallar með þetta og eitthvað, það er svona Já, miskilningur svolítið mikill, af því að þú veist, þetta er náttúrulega bara efnisveitan, Stöð 2 Plus Það fer allt beint þar inn Þetta var beint þar inn, bara 3.990 Er það líka í línulegri? Já, þetta er línulegri líka Föstudögum? Já, föstudögum er fyrir svo beint inn Fer þetta beint inn eftir þátt eða sama tíma? Sama tíma oftast Já, og stundum jafnvel fyrr, sko Nei, ég heldur passa alltaf bara Já, allavega á samtíma Gett Við lofum veislu, þetta er skemmtilegt Já, og var svona gaman hjá Sveppa og Pétur líka Já, þeir eru, það sem við erum búin að sjá Mér finnst þeir aldrei að vera jafngóður Já, við erum búin að sjá, það er geggja efni sem þeir, þú veist, þeir fengu, þú veist, svo svakalegar áskorunir Svo djúpt inn í Afríku Fenguðu ekki sömu áskorunir? Nei, ok Og þeir eru líka bara, þú veist þeir fengu allir í magan og borðuðu bara eitthvað lambakjöt í 30 daga nánast og allir með ræpu og allt í rugli og voru eldir að hýjanum og bara Þeir eru á crazy stað sko. Þeir eru alveg djúft bara inn í manngjölu hvar Þeir eru Zimbabwe og fleiri og Ethiopía Og þeir með herri lífstryggingu Núklega Já, ég vona Þannig að já, við bara, þetta verður kekja Já, við erum spenntir að sjá Takk fyrir að koma Takk fyrir að koma Við komum svo í skoti næst Já, við erum svo glæða til í það Passa bara að hafa á mánudegi Já Endur búin að Drunk Rabbit Kekja